2021 Auðun Blöndal heiti ég og er í mínu sæti sem fyrr og beint fyrir framan mig sitja tveir krumpánar og það er fullur bátur eins og alla aðra föstudaga en það má enginn gera neitt eða fara neitt sem er helviti jákvættir okkar þátt. Það hefur ekki liðið svona langur tími þar sem það er fullur bátur heldur bara sem við byrjum og ég ætla að byrja á fyrirliða þáttarins lítur sko Já, hárið það. Já, hvað? Mér finnst það líta mjög vel út. Töð yfir hárinu. Mjög fyndi, ég er búin að hanga með þér sín í hádeginu en það er bara, sem bara, enda við ljúum ekki á hlustendum. Fyrsta sinn núna sem ég actually horfi á þig frá því ég hitti þig klukkan 12. Hvað er með faglega gagnrýni á þykka hárið mitt núna? Já, ég er bara ekki I can take it. Já. Það var rók út í sann sko, minna það. Já, en akkurat að nutta háraðið niður. Og það er að greiða mig bara. Já. Þú ert með, ég hef ekki oft séð mér svona mikið hár. Nei, þú mátt vera í klippingu, ekki? Ok, má ég koma með útskýringu bland, Já. Ok, þú veist að ég og þú erum að leggja award-winning movie. Og ég er þetta fyrir pick-up-tökur. Og þar er Hörður Bess með Amazing Haircut. Og síðan spurði ég hann þessum daginn á Messenger, gamli, má ég fara í klippingu? Nei, hann fara í pick-up-tökur. Hvenar? Get ekki svarað þér. Hvenær getur þú svarað mér? Og þegar ég er að býta svari, þá bóka ég mig í klippingu og fer í klippingu, skilni, ég er þá bara, ég er með lubba. Það er pínu eins og sért með hjálma. Já, takk. En annars lítur þú vel út. Já, svo leiðis. Þetta er svona þurrt svolítið hjá honum. Ég fór í tann sko, þannig að það er alltaf på 10. En þú ert ekki sem er gel. Ég er með gelblondel, ég er bara með þykkt voluptuous hair. Og það er erfitt að halda þig niður, ég fær svo mikið hár. Það er ekki svo sé blöytt eða neitt. Nei. En ekki að, ég vil ekki vera að rakka niður hár. En málega er, ég tek þess að gaggrinni. Þú veist, það er ekki ekstra hold í þessu gel. Ég hata menn sem greiða sér ekki sko, út á lífinu sko. En flokkar þetta sem gaggrinni og bara segja þú sett með svolítið mikið hár. Ég var ekki að gaggrina. Varst að gaggrina, ég var með hjálmblondel sko, það er gaggrinni. Það er mjög leiðilegt komment á mann sem með fínt hár sko. Hvernig er fyrirliðin svona? Er hann góð? Ég var ekki verið betur. Æ, gott að heyra. Já, sko, það er ekki að dimmt núna. Nei, sko, þetta er þú sér þróttalamerki bara einni viku er bara, það er sunshine nánast. Flokkar þetta sem sunshine og ég sé þróttaramerkið og ég sé Sóli Hólm ofan á þróttaramerkinu. Hann er laus með gubbupestina. Það er helviti léttið mér. Það er gott að heyra. En svo erum við með markasta leikmann þáttarins. Hann heitir Steinþór H. Steinþórsson og er á stærsta samningnum. Hvernig erst þú? Nei, ég heiti ekki, nei, þú ert að rugglast eitthvað. Þú veist þú átt að kalla mig svolítið. Þú getur gleymt þessu strax, ég mun aldrei segja þetta. Þannig að ef þú ætlar að eyða orku í þetta hvernig þætti. Segja hvað? Hvað, viltu ég kalli Vassbera náttúru? Nei, Lord. Ég er Lord. Það eru meiri líkur á Vassberunum. En þú veist að ég er löglega Lord. Bara segja það. Ég er fyllandi góður og fróðandi fyrir þetta. Það er gott að heyra. Þú ert að safna hári líka. Já, sko, það er bara ekki alveg jafn mikill metnaður í að fara að bóka klippingarnar í dag. Þú hættur að fara á flöskuborðinu? Nei, ég var nú ekkert mikið á þeim. Hversu gaman var að vera á flöskuborði í Vegas ofan í sundlug, segðu mér það bara. Ég verð að heyra það einu sem enn, ég með langar, mér dreymur þetta moment sko. Já, það var náttúrulega bara, það var geggjað sko. Veist sko, ég fatt að en dag. Bara verið hinskilega. Þetta grínast. Hversu var heit lögina? Mjög heita. Já, það var þægilegt heitast. Var það bara sem verið heitabótið? Hvað ertu komið með stampínu? Nei, ég bara, en ef flaskan klárar, svo gerur þá. Sýtur þetta með hjálmalið spólandi, bara hvernig var, hvað heitt núni? Ég get sagt hvað hann gerði, hann pantaði aðra. Pantar aðra flösku? Já, við pantuðum 3 Og hvað veifar og lyfti hendun upp í pottunum með? Fórstu upp úr? Nei, fór ég upp úr. Já, hvernig fæstu nýja flösku? Hann var ekki í potti, það var í sullu. En það kom bara þjóð. Ertu að grínast það? Það kom bara. Nei, sko, ég veit ekki hvað ég gæfi fyrir þetta moment núna í COVID og ekki fara erlendis í nokkur ár og... Sko, COVID er búið að gera það verkum. Ég gæti hugsað mér að fyrir aftur til Atlantic City. Ég var búin að sverja að það myndi aldrei gera. Ég var nánast búin að sverja að ekki erum að fara aftur. Það var í búið með. Nei, ég var bara samt bara, ég er ekki að segja sem að fara aftur. En ég komið þangað eða það væri í boði, ég myndi fara. En var ég búin að segja ykkur að það er ennþá verið að tjartsa kortið með það? Ég var bara daginn rökkaður, bara allt í mig sá ég heimabankunum bara verið að rökka með ykkur þetta 15 kall hérna og 2000. Nei, ég hringdi bara niður í Valitor bara, heyrðu, akkur er verið að hérna rökka mig alls konar 1000 kalla hér og það. Já, heyrðu, ég sé þetta að koma frá Atlantic City. Já, ok, ég var þar í febrúar. Þannig að þeir náðu kortanúmerinu. En samt lúmst hjá þeim að vera að taka bara 1500 kall þegar það var sékvöld og rúlaður og heldur að þú myndir aldrei taka eftir þessu. Já, sko, Steindi töður ekki 1500 kall. Máli er að þú sérði ykkur að skrýtna fæslur hér og þar upp á 1000 kall. Það varstu svona, ég var örugglega bara einhvers staðar að vera að kaupa mér hérna. Skoður alltaf alla fæsluna? Ég veit ekki hvað sko. Nei, svo var það líka. Og þú veist, það mjög líklega er búið að vera að taka af mér sen í febrúar sko.
að því ég myndi ekki fatta þetta með að kemja eitthvað svo alvöru fæslinni. Þetta er líka annars er þetta bara eins og að fara að kaupa sér, við þetta ekki. Já, þetta er gott skemm að taka bara 1500 kall á stóni. Það er mjög snuðugt, sko. Man spáir ekki í því. En málega er að þú veist, ekki bara það, ég hef farað ángað og eitt öllum gjaldirnum, náttúrulega í kasínóin. Ég held að það sé öllu spari fyrir fjölskyldunum. Ég keipti ryksu í Walmart sem náttúrulega kom þannig heima, hún var notuð og ógísleg og það búið að svíkja mig þar. Og þá var líka verið að strauja kortið mitt ennþá og það er ár síðan ég var þetta. Þannig að ég, veistu hvað, ég var til í þetta. Ég var til í að endurtaka leikinn. Þú myndir fara aftur? Já, ég myndi fara aftur. Hvað award-winning hótel fyrir á í AC? Það er náttúrulega ekkert award-winning hótel í AC, þannig að það er helvita erfitt að finna það, sko. Þannig að bara fyrir bara eitthvað. Já, það skiptir hellhól í jarðar, sko. Bara á meðan það er ekki bedbugs, það eru góðir. Hvað heitir aftur hann með sundluðinni innan Harris. The Pool. Yes. Það er pool innan dyrra þar. Já, en svo að það er bóndadagurinn í dag. Hafið eitthvað að fundið fyrir honum með hann? Sko, nei, maður getur nú ekki sagt það maður fundið fyrir honum með Ég vil ekki vera að monta mig, en ég fekk gjöf í fyrsta sinn held ég á ævi minni. Þegar ég vaknaði, ég hef ekki fengið gjöf in bed, bara ekki á afmæli mínu. Hvað, fyrstu gjöf í rúmi? Já, ég fekk bóndadagsgjöf í morgun. Það er rosa. Ég fekk slopp. Slopp? Já, ekki einhvern svona melludólgaslopp eins og Kös er í. Ég fekk bara alvöru slopp. Varst að kalla sloppinans Kös melludólgaslopp? Eitthvað svona fjólublá, fluffy, viðbjóðslögur sloppur. Ég fekk bara svona alvöru slopp. Þú er rosalega. Þetta særir það, sko. Og ertu, akkur ekki í sloppnum? Af hverju er ég Já, bara þú Af því ég nota hann heima. Já, ok. Þetta er ekki múið styrtu. Já, þetta er enda rosalegt, sko. Já, ég var mjög annað með þetta. Ég reynu sér nátt sloppaður og þá stál ég honum að einhverju hótel. Svona þingusloppur á Blondell. Ég ætla að Nei, viðurkenna svona kemur úr styrtusloppur. Ég ætla að viðurkenna af því þú fegst eitthvað og varst að tala um að fengi gjöfina í morgun og svona. Ég held þú að fara að segja eitthvað svakalegt þetta. Þannig að ég tóna tillingina. Nei, ég segi það nú ekki. Það voru þín Varstu að hugsa það? Nei, þú sagðir það. En ég var bara að segja bara hvað Þurftu að fara beint í það? Nei, ég held bara, ég vissi ekki hvað að vera að fara að segja, sko. Eru þið ekki búin að fá neitt það? Ég veit að ekki fengið gjöf. Blöð er að skeina okkur. Ég er að setja press á gurri og sigrun. Ég fekk brauð með, ég fekk reynda Það var að skeina. Ég fekk samlóku í morgun. Hvað sem þú sótið sjálfur? Nei, sem að konan gerði fyrir mig. Og hún gerði Er hún að þýta þetta fyrir hlutverkið? Nei, það finnst þér að vera búin að bæta á það. Nei, hvað veitu, samlóku í morgun? Ég var 92 kíló að viktum daginn, viltu ekki strá salt í þau sár? Ég er ekki impressed á samlóku í morgun. Nei, ég bara, þú veist Blöð fengur $1 million slopp og samlóku. Nei, ég borði aldrei morgumat. Hún var búin að búa til morgumat fyrir mig. Þetta var mjög óvanlegt að ég fæ mér aldrei morgumat. Og hún var bara að steikja egg og setja brauðið og það var svona fínt, skil, og gera svona smoothie og svona. Var þetta breakfast in bed? Nei, bara frammi og svona. Já, byrjaði daginn á samlóku. En já, sloppurinn toppar þetta. Ég hef ekki fengið neitt þar. Það er kannski eitthvað í kvöld. Það lítur að vera. Sko það hafa það er vonandi. Það er líka alveg bestið alveg pressu núna, sko. Já, ég finn að þú lítur að geta að fara heim og sagt bara, heyri, já, strákandir er búin að fá eitthvað. Steindi fekk samlóku og Blöð fekk $1 million slopp. Hvað fæ ég? Hvað fæ ég núna? Þetta er ég við álur. Nú er komið leverage. En veistu hvað, ég ætla að segja þetta með sloppin. Sloppar, násloppar, þeir eru geggjaðir. Veist, ég er ekki svona Ég er alltaf bara í stuðböksum og ból heima. Landaköðs er alltaf bara að rýbranda sloppa bara á Íslandi. Herru, við vorum bara að gera það hot shit. Við vorum með rauðvin og klaka bíósýningu daginn. Þannig að við böðum bara 50 manns svona áhörundum í bíó. Bara þeir sem sóttum og komum menn í sloppum. Fólk kom í sloppum. Það voru 3 sem kom í sloppum. Þannig að Kösir og ég engu undir. Jú, bara yfir gleifir. Nei, en pointið það er rosa skrítið. Bara á limnum? Nei, bara þú veist, voru bara að representa Kös. En málið er að slopparstrákar, nú er ég bara að segja ykkur að þetta er eitthvað svo, veist, ég ætla að reyna að fara að vera meira í náslopp, sko. Ég verði að gera það, ég var að fá hann í gjöf. Já, þú veist, þú kemum bara. En í hver ertu þú út í rúmkólunni? Nei, ég á ekki rúmkóluðil. Nei, ég veit. Ok, en í hver ertu? Það tala bara efri hæðin, risi. Já, hver ertu? 14 fermetra ris. Já, ég er bara í stuðbuxum. Ég er bara í jogginbuxum. Ég er nefnilega alltaf bara í stuðbuxum og ból heima. Ekki lengur? Jú, ég fekk hann í morgun. Komum við geðum eitthvað slopp? Ég fikk hann farið í hann. En ég ætla að reyna að breyta þessu. Hvernig lítur hann á sloppnum? Hvítur. Postar ekki myndablöð í kvöld í sloppnum? Postaði myndar í sloppnum? Nei, ég er ekki með hann, ég er að fara upp í bústað. Þú verður að posta þetta. Okkur tekur ekki með þér í bústað? Það skeina þér, kósi bústað. Það beinir hann í slopp í bústað. Þú ferðu úr pottinum, ferð allsber í sloppin, ekkert eðlulega mjúkur sloppur. Ég held að sé ekki pottur í þessu bústað. Af hverju ert að fara í bústað sem er ekki með pott? Ég myndi aldrei gera það. Nei, engin smitt, það er jákvæmt. Góða fréttir. Og Ísland er að standa sér vel
Svona, ég fylgist enginn í heiminu að vera á COVID en skeri. Eina sem að ræðmann, það ekki að koma einn bólefni einhvern veginn. Já, við erum með við erum með Kitta Páls að redda bóluefni fyrir Ísland. Þetta er bara, það er engin verri. Það er bara, getur þú farið í þetta? Já, ég fer í þetta á mánudaginn. Og hvernig gengur þetta bóluefni, Galli? Jú, ég er að fara í þetta. Hvenær? Á mánudaginn. En Kitti Páls er nú ekki yfir þessu samt. Nei, en þú veist, við erum greinilega með einhverja svipaða típur. Við erum ein húsalengja í New York. Við gotum ekki að redda bóluefni. Við erum mjög lélega að redda bóluefni. Nei, pældi í þess að það hefði ekki geta verið eitthvað svona guinea pig fyrir heiminn. Jú, bara, þú veist, auðvitað. Sjáu hvernig gerum þetta á Íslandi. Sjá, voru líka menn að segja hérna við the government, hörðu, við getum hjálpað ykkur að þetta bóluefni, vil ég ekki aðstoð fyrir okkur? Nei, við erum með þetta. Álfur eru clowns. Já, basically við 1200 skamtu daginn. Við vorum lítil í okkur. Við ákveðum að teika þetta Evrópusambandi í þessu. Það er allir að skýta þar og við erum að lenda í því sko. Ekki það hvorur ykkar hefur vitað á þessu en bara það sem við lesum. En við hefðum bara þurft einhvern svona Gylfaþór Gylfás og Jón Gunnar Geirdal eitthvað svona típu. Það er 2-3 e-mail, hörðu, getur fengið þetta strax. Við nefnum ekki svo Evrópusambandsrugli. Heldur að enginn hafi verið í því? Nei, það var enginn í því. Herðu, en allavega við erum með stórkostlegan þáttandekur í dag. Kæru hlustendur. King Svali kemur á eftir. Í Tenerife spjall. Egill, ég hef aldrei lent í öðru eins væli en ekki það. Svali má ekki minnskila það, hann sé ekki velkominn að þátt. Hann er alltaf velkominn og hann er snillingur. En Egill er bara svo skrítið að fá hann sem Tenekongin og Egill alltaf bara ræða með Tenerife en það er annar mann. Já, en það er fleiri gestir á leiðinni strókar. Já, Gunni Nelson er alveg lengur. Áður fyrir mig Gunnar, eins og við höfum að hreinu. Það er engar spurningar á Svala sem tengist ekki Tenerife. Þetta er bara Tenerife þetta. Já, hann mætir það. Það er allir peppaði fyrir. Og þú getur farið að tala um Gunnar. Hvað er það að ræða við Gunnar? Já, Gunnar Nelson að koma og það er náttúrulega sko, það er ekki ástæðalausu. Í fyrsta lagi vil ég náttúrulega eins heyri í honum. Bara hvað er að frétta honum og hvernig hann vil henda sér í hringinu. Jú, hann lítur að vera. Hann að berja ykkur. Og svo náttúrulega er það líka bara því að góð vinur hans og bara stæðsta íþróttastjarna í heimi, allavega top 10, er að fara að berjast núna annarkvöld. Conor McGregor og það náttúrulega UFC er ekki sýnt á Íslandi. Þú ert bara að stækka UFC hotnið svolítið í þættinu með þessu. Já, sko málið er að Þú redeemed yourself Sko málið er að ég er búin að hlusta á svona samanlagt svona 12 til 18 klukkutíma af alls konar breakdowns, predictions. Já, er þetta sömu 12 klukkutímanir og þú eittir í að síðustu bardaðan síðustu helgi og bjósti seðil fyrir mig og Egil og það klikkuði 4 bardaðar á 6. Það var peningur sem fór í vaskinn. Já, en hvað gerist við kortið á undan? Ég ætti eiginlega að rukka þessum 70 eurum. Já, Stóni hafði þessi þar. En hann er búin að heldur naskur í þessu seðlum. Og við ítum að seðlar, ok, I'm a gambling man. Seðlar gangi ekki alltaf. Ég sildi seðlunum eitthvað heim. Ef þú neglir 1 af hverjum 10, þá skulle hrista þig. En málið er það, ég gerir það alveg, auðvitað. En málið er að hérna síðasti var slappur í þar. En er Gunnar a gambling man? Og það ég var til í á hans faglega mat. Ég ætla að skrifa þetta niður. Og þitt Já, ég ætla að skrifa þetta. Faglega mat. Ég er að skrifa spurningu það. Ertu a gambling man? Og það er ég fæ bara 30% ávöxtun á Conor í þessu bardaga. Það er heldur lélug stuð alltaf Conor. Hvað er 1,3? 1,30. Já. Þannig að ég er að veltaði fyrir mér hérna. Stöðularnir. Við þurfum að ræða þetta. Ég skal bara segja ykkur strax að því ég veit að það eru margir hérna. Þessi 1000 eurur og 300, það er líka þessi virði sko. Já, það eru margir áhugamenn. 1000 eurur, tjúvill ætti að vinna með öðru upphæðinni. Ég er að setja 50 sko. Það fari bara 300 eurur í profit. Hvað er þetta með í laun? Þetta er rosalegt. En það eru margir náttúrulega sko, ekki bara einhverju MMA-fíklar og það er líka bara fullt af fólki sem stillir inn þegar Gunnar best og þegar Conor best. Af því að þú veist, hann er náttúrulega risastór stjarna, hann Conor. Svo er mikið eins og Egil segir, það er mikið að gambling menn úti sem vilja vita nákvæmlega hvað það að setja á og við ætlum að fara yfir þetta allt saman með Gunnar á eftir og heyra líka í Gunnar hvernig hann snýr. Ég vil heyra á eftir frá þér líka og þú ert líka á specialist. Hvernig sé Dustin Poirier og eitthvað faglega mat á hans hæfileikum áður ég place my bet. Svo er spurning hvernig gerist það hans hvað er í dag? Hörru, King of Bondi, hver er betri Bondi en er það, og það er bondadagur í dag? Já. Er það Man of Many Poops eða er það Stoney? Man of Many Poops. Alltaf fæ ég nýtt og skemmtilegt nafnmeini í þættinum. Svo erum við með Klefa sem er líka tengdur bóndadeginum en Egill Einarsson skrifaði upp bref og Steindi hringdi í blómabúð. Já. Og þú veist að lesa upp brefið. Egill var basically alltaf að ausa með nýjum orðum líka. En er það grínast með þessa viðmælendur? Gunnar og Svali. Þetta verður ekki dýrar sko. Já, bara, þetta er rándýr þáttur í dag og ég ætla meira þess að þetta er það dýr þáttur. Ég ætla að setja lag hérna með Bubba. Þú gleymir að koma inn á aðalmálið.
Það er brakandi fest íslensk slúður Já, sem hefur svo ekki er verið í líka marga íslenskt mánuði. slúður. þetta fyrir Hjöpa, þetta lag með Bubba? Já, þetta er sérstaklega fyrir Hjörvar Hafliðarsson og mér fannst svo leiðilegt að þetta er eitt af fáum lögum sem var ekki í tónlistarmennunum okkar þar síðasta sunnudag, en svo geggja lag, aldrei verið spilað í þessu þætti, þetta er Móðir. Það er hljómsveitin Eko Móðir hér í F95 blöð. Í fyrsta sinn sem þetta lag er spilað í þessum þætti. Það er svoleiðis. Já, en Mother, geggja lag. Steindi, hvað búin að pissa? Ha, kemur hlaupandi hann? Já, Bubba. Það var að hæja, segir hann Stóni. Hann er í, þetta er reyndar Bubbi en í hljómsveitin Eko. En það er komið að slúðri hér í F95 blöð. Herru, ég sá það í tónlistamennunum. Var Eko stærra en utangarsmenn? Já, Bubbi vildi menna það. Hann vildi meina það. Já, svo talandi tónlistamenn okkar, ég þarf að spila eitthvað með Rottweiler í dag því að Erpur Eyvindarsson er næsta sunnudag 19.05 á stöð 2. Já, Það getur verið alltaf Já, það er mjög áhugaverður þáttur, ég get lofa því. ég er búin að þekka Erpi Eyvindarsson sem ég var 15 ára og ég get staðfesta að hann er snillingur. Það kemur mynda þér í þeim þætti þar sem að þú ert múin að launa Nei. eitthvað partí í 16 ára það? með Dóra DNA, já, þú ert blind fullur heima hjá honum og það er ángríns. Það er eins og sé 10 ára á myndinni. Kemur mynda mér í næsta hætti. Já, það er ástæðlega til að horfa. Og er að mökkaður að Stóni? Steindi, já. Í smá kvíðin en ég ætla að horfa. Svolítið fyllir með það. Já, en við þurfum bara að taka honum eins og hann er. En það er komið að slúðri og fyrsti slúðupakki dagsins, drengir, er follow-up á það sem ég var að fjalla um daginn. Að Harry Styles og Olivia Wilde eru byrjuð saman. Og munið, hún fóð frá Jason Sudeikis þarna, leikarnum sem við fýlum í tællur. Sem maður skita, eða veist. Já, sem er, við erum alveg samlega það. Hann er að vinna í enda baka. Já, hann er að vona að hún fái leið á Harry Styles fái leið á henni og þau byrja það aftur Eða saman. öfugt og það gerist alltaf. Já. Við vonum það besta fyrir Jason. En sko, hún þurfti að loka fyrir kommentakerfið á Instagramin hjá sér því hún er búin að fá svo mikið leiðindar kommentum og viðbjöðar inni. Frá fans. Bæði frá Jason Sudeikis fans og frá einhverjum úlingstúlkum sem elska Harry og voru að tala um bara veist, hún var í hjónabandsdjöfull og það ætti að vera ennþá í sínu hjónabandi en ekki með einhverjum krakka og eitthvað. Jésús. Já, einmitt, nákvæmlega, Jésús, þetta er spáðu þarst að loka kommentakerfinu þegar þetta fólk er rugglað. Já. Þannig að núna getur bara kommenta þeir sem er að hann er að followa vantarlega. Hún, Olivia Wilde. Ég meina mikið til að fárveiku liði. Já, ég tók þetta er bara virkir í aðtúasendum. Það er eitthvað að þessu fólki, þú veist, segið sjálft og það er á Instagram eins og allra annar þar. Hafið ykkur tíman bara svona tekið ykkur til og sest fyrir fram á tölvuna og kommentað undir ykkur að svona heita djefafrétt eða vísisfrétt? Nei, og hvað þá að fara Og með Instagram hjá ykkur að segja hvað hann sé ógæsluður? Nei, við gera það einhvern tíma og þá máttu lóa mig. Og sér mig undir ykkur frétta sem ég er að töða sem virkur. Á ég þá pikkið þig? Pikkaði mig þá. Já, ég skal gera það. Já, það er eitt að vera, veist, ok, það er svona eitthvað smá samfélag þar sem að fólk er að töða og læka eitthvað öðru eitthvað, en að vera að fara á Instagram myndir hjá liði og tala ógæslu um það. Já, eitt að kommenta eitthvað celebrities með eitthvað fyndi komment eitthvað en að vera með eitthvað heit. Já, viðbjöð. Það er helviti. Svo er það næsta talandi um samfélagsmiðla því að Alec Baldwin, hann er hættur á Twitter. Þetta er bara með hræðilega fréttir það? Já, þetta er Hvað er Alec Baldwin að hætta á Twitter? Því hann vil meina Twitter is like a party where everyone is screaming, not much of a party, goodbye. Það er ekkert eðlilegt, Twitter er ekkert eðlilegt sko. En sko ástæðan fyrir hann góð punktur á King Alex sko. Já, Twitter er ekki jafn skemmtilegt á. Maður hvað gaman það að byrja, eina sem að tala um að football. Já, og bara fólk er að vera funny. Og bodybuilding og Já, sko og partying. Ég tengi Nú er það bara töf. Já, Íslendingar náttúrulega kunni ekki alveg að nota Twitter. Ekki bara Íslendingar, þetta er bara leðilegt um allan heim. Alec Baldwin er ekki Íslendingur sko, hann var að segja þessu út sko. En veitir af hverju hann gerði það? Já, en þetta er eitthvað sem ég ætlaði að fjalla um hérna fyrir 2 vikum þegar við komum frí, því að þetta er eitt af skrítnasta. Ég er búin að fá þvílíkt inside information um þetta. Því að vinkona konu minnar veit allt um þetta mál. Með King Alec Baldwin. Já, þetta er ekki um hann, þetta er um konunans Hilaria Baldwin, sem hann er giftur og þau er nokkur börn saman, 4 held ég með þess að bara 5 árum eða eitthvað álíka. Hún er búin að þykjast vera spænsk í 12 ára, eða bara frá því hún kynntist honum, búin að ljúað öllum að hún sé frá Mallorca og sé alin upp þar. Svo kom það bara í ljós daginn og hún er bara fædd og uppalinn í Boston. Yes. En vissi Alec að hann var það er nefnilega málið frá Boston? Hann vissi það ekki. Hann er alltaf að tala um konuna sína sem bara spænska. Öll börnir þeirra heita með spænskum nöfnum og
spænska rosalegu skellur. Hello eða Oleið eitthvað, þau fjallað ítalega hana. Svo það bara fréttast núna, hún er bara frá Boston og þetta liði sem að segja bara já, með henni í skóla og hún reyndi einhvern veginn svona klóri í bakka með að segja ég tala alltaf að ég sé frá Mallorca því að foreldrarnir minni búa þar núna og ég kalla alltaf home þar sem að foreldrarnir minni búa. Agalegt dæmi. Mallorca geggjaði staður sko. Já. En hún var búin að presentera sig sko, hún var minnst í sjónvarpsþætti þar sem að hún þóttist ekki muna hvernig hún ættir að segja gúrka á ensku því hún væri svo spænsk. Hún bara, how do you say on English, cucumber. Manneskja sem er búið í Bandaríkjunum Boston, þetta er rosalega skellur. Þetta er heavy shit. En er ekkit eitthvað, það er engin önnur saga bak við þetta, eitthvað, þú veist, fættist eitthvað Spáni og fótt í Boston, bara frá Boston punktur. Aldrei fættist Spánar, hún líkir frí þangað. Jú, hún har kíkt þangað frí og fóruminn að flutta þangað fyrir einhverjum 5 mánu síðan eitthvað, hún vil menna að hún kallaði það home af því að þau búið þar núna. Það er rosalega. Þannig að Alec Baldwin fekk mikið að skýta út af þessu og hætti. Af hverju hætti hann á Twitter? En hætti hún líka á Twitter? Já, hún held ég hætti á öllum samfélagsmiðlum eftir þetta var miklu skellur. Já, þetta er en það, mér finnst það svo skrítið allt saman sko. Mér finnst þú fyndið samt þegar fólk er að reyna að vera eitthvað svo málefnilegt á Twitter, þú veist, með eitthvað 100 stafi til að vinna með. Þetta er bara miðl til að vera að djóka á maður. Þetta er bara hlæ. Það vantar ekki leðilegt á Twitter. Hvað er það Boston? Ég segi það, akkur gáttur ekki bara verið frá Boston? Já, frændið mér býr í Boston, það er ekkert eðlilega fínt að vera í Boston. Einar frændið þina? Nei, hann er Georg. En sko, öll börnið þeirra eins og mörgja sinn? Já, reyndar. Öll börnið þeirra, hérna eru með spænsk nöfn. Svolítið skrítið. Það er mjög weird. Og svo er ég með síðasta slúrið Lamar Odom, fyrirhandi, var hann ekki gifturinn hérna Kardashian? Var það sem fór á jafnplúsið? Já, sem að dó þar og eitthvað. Hann er að fara að keppa í boxinu og það er celebrity boxing og þetta er að vera stórt í Bandaríkjunum sem að bara einhvað frækt fólk keppir í boxi og ég sá reyndar eitthvað vídeo á þessum daginn, þá var NBA-leikmaður hérna, hvað heitir hann, Nate Robinson hann var rótaður, bara steinrótaður í alveg eins bardaga og hann er núna komið eitthvað besta boxþjálfara, einhvern rosalega þjálfara sem er búin að vera þjálfa fullt af liði. Hver sagði þetta verið? Lamar Odom sem var með hérna Kardashian systur, hvað heitir hún áttur? Khloe Kardashian. Er hann núna legit boxari? Nei, hann er bara keppið svona celebrity fight. Það er gott koncept, svona hérna celebrity boxing. Það var einmitt það sem ég var að spyrja ykkur. Þetta er eitthvað sem ætti að taka upp í Íslandi. Ég meina að segja mér þetta bara í höllina, bara þú veist, Richard versus Ómar Ragnarsson eða eitthvað, skilur þú? Já, væri það ekki. Ég myndi borga. Myndir þú setja peningin á Ómar Ragnarsson eða Rikka? Sko, Rikki er enda með boxing background, sko. Er það? Við myndum bara að setja þetta eitthvað sanngjarnari fight. En hvað myndir þú vilja sjá eða væri celebrity boxing á Íslandi? Er þetta eitthvað 5 viðurinn að gera á YouTube? Sko, ég var til að sjá allir svo Rikk og Sigga Hlu. Það er 50-50 fight. Það er rosalega. Það er 50-50 fight. Það er ekkert að stuðla þann bara það. Hver er þetta keppaði Steinda? Til að segja sangjant í boxi. Steindi Sveppi. Ég held ég geti nú outboxað flest þessi celeb sko. Já sko, þetta þarf að vera sangjant sko. Hjöppi var í sangjantið ekki? Jú, veist. Hvor myndi vinna í að fight? Hjöppi með 10 kíló á mér sko. Hann er líka með reachið. Já, hann er með reach sko. Hjöppi væri hrikalega. Hann er starri sko. Ég er underdog þar sko. Já, en sko Steindi þetta var okkur svona eitthvað starf á hans, veist það er að vera sangjant sko. Steindi myndi fá til þeirri sangjant Þórhallarna og svo hann latta. Já, þú veist, skilur þú svona ekki grínista? Væri það sangjant, ég veit ekki. Nei, bara þegar þú skilur hugsa annar grínisti eins og þú. Ég get ekki keftið Hjöppa, hann er smá svona Dolph Lundgren bara, hann er nöyð grótarður held ég. Steindi myndi latta junior Þórhaldur Þórhaldsson. Það var svo sangjant fight, myndi ég segja. Já, ég gæti, þú veist, ég get alveg bóksað á hann. Og það er vanlega, ef þetta er alltaf sett upp grínista mótið grínista og útasmáður mótið útasmanni og allt þetta. Já, ég væri bara til að bóksa hvert sem er, ég væri til í þetta. Sveppir alltaf væri ég væri til að vera Lóa Bergmann. Ég meina, og lænar upp ykkur 5 svona barduðum að setja í höllina, þú selur 5 og smiða. Ekki spurning. Ötti og Svali getur bóksað. Ákveður ekki einhver entrepreneur einhver búin að læna þessu? Já, ákveður gerir við það ekki. Hörru, það kom að auglýsingum og svo kemur Gunnar Nelson hingað í stúdíu.
Með fullri virðingu fyrir Jason Derulo og Rikka G, dagskrárstjóra F957 þá Þetta lag var ekki gott. Nei, þetta verður ekki spila áttur í þessu Hvað helvíti var þetta? Þetta heitir Love Not War Helvíti strasl. Rikki að hlusta sko. Já, Jason Derulo álur flott lög. Þetta viðbjóður. Já. En við erum með allt annað en viðbjóð hér í settinu því að við erum konum með besta bardagamann Íslands frá upphafi, Gunnar Nelson, verður velkominn. Hvað fyrir? Þetta er rándýr gestur. Já, þeir verða ekkert byggjið Fellow gamer og a fighter. Það er rosalega blanda. Gunnar Nelson. Jepsi pepsi. Ertu góður? Ég er alls bara einhver Nei ekki? aldur, kom svo lengi að svara í síman hann hérna steindi ég stóð hérna fyrir utan í svona Síminn var við hliðin á mér. Ég sá bara ekki, svo leiðið ég sá hringdi ég strax tilbaka sko. Ég sá ég að var einhver akkurat að labba út sko. Hann var ekkert að koma fyrir mig sko. Hann var bara á leiðinni heim Og sagði hann ekki Ég táraðist þér í sá hann að gleði sko. Já, -5. Sagði ekki hann basically bara hefur drullaðir í burtu. Ég er að fara hérna inni Herri, en það er nú ekki ástæðalausu að Gunni sé þetta. Það er rosalegu bardagi. Steindi hefur verið með UFC hotn F957 blöð hér í nokkur ár. Það er svo sérfræðingurinn okkar. Já, en núna er upgrade. Núna er ég komið með aðstofamann með mér þetta til að fara yfir þetta. Þetta er fyrsta sem að mér finnst UFC hotnið þetta mjög áhugavert. Og það er með fínan aðstofamann, ég viðurkenna. Gunnar. Ég er með alvöru aðstofamann. Gunnar, að þú myndir ein spurning hvað að skera, að þú myndir berjast in your prime with Conor in his prime, hvað myndir vinna? Þeir eru sikkurum þingdum. Má Gunni svara því það? Já, ég hef hérna mikla trú á sjálfum mér hann sko. Þú myndir baka hún saman. Já, eins og samt Steindi segir að það má ekki gleymast. Ég er þingari en hann sko. Þú myndir berja Conor. Og ég er líka með svona svolítið stíl sem að kannski hendar honum ekki endilega. En síðan þú veist, það er ekkert að setja. Við þekkjum náttúrulega inn á hvern annan svo rosalega vel sko. Maður var saman síðan vorum 18 ára gamlir eða eitthvað. En þegar voru að æfa saman, voru þið að berjast eitthvað svona á æfingum? Alveg fights? Já, við sparruðum mjög mikið sko. Og Conor sparrar svona iðulega og sérstaklega þú veist svona í gamla daga, hann gerir að vísa ennþá en við áttum alveg mjög hörð spörr í gamla daga sko. Því það er nefnilega svolítið þekkt dæmi, hann sparrar svolítið hart. Já, svona við flesta gerir hann það og hérna en það er svona, þú veist, ég veit ekki, ég hef ekki eftir að móta hann núna í svona tíma sko. Nei. Við erum ekki tist, við bara Ertu ykkur bandið við hann? Já, við spjöllum alltaf reglulega sko, bara á Instagram og svoleiði sko. En hérna, mér er svolítið interesting. Hann náttúrulega er að fara að berjast þetta annarkvöld bara í risabardaga, þú veist, hérna Conor á móti, hérna Dustin Poirier og Þessi Dustin Poirier fyrir okkur leikmennina þetta, er þetta einhver alvöru gaur? Já, þetta er það. Þeir sko svona til að gefa hlustendur kannski smá, þeir börðust fyrir nokkrum árum í hérna fjæðuvikt og Conor rotar hann í fyrstu lótu og síðan þá hefur hann verið miklu aktívari náttúrulega og unni rosalega mikið af góðum bardamunum og er komið núna bara í sama flokk og Conor er að keppi og þeir eru að keppi hérna 155 kiloflokknum og þeir eru hann er bara geggjaður, hann er það, þú veist, hann er mjög góður. Fór upp flokk sko og hefur verið að standa sér skuggalega vel þar. Hvor er rankaður herra, Conor eða þessi? Hann er rankaður herri í dag. Þessi þyngdi sig fyrir þetta. Er það samt ekki alltaf, ekki oft menn átt í vesinni eða þingjast upp flokk, eða frekar hann að leta sig niður? Sko, hann er löngu komin upp flokk sko. Hann er búin að vera að berja menn hægri vinstri í þessum flokk núna, þú veist, í 5 ára allavega. Eftir að hann kjöta þessu upp í hann. Já. Og þetta var hérna og skal ég segja ykkur hérna það sem fólk þarf að vita því að nú eru margir hérna, þú veist, þeirra Conor best og sérstaklega Gunni náttúrulega og líka þeirra Conor best, þá held ég svona það séu ógeðslega margir sem ekkert alltaf að fylgjast með þeir stillinn sko. Þetta er stórt kvöld. Þetta er stærstu nöfnin. Og þannig að þess vegna er gott að hafa UFC hotnið og sérstaklega fyrir þá sem ætla að fara að setja auðra á bardagan og fleira. Þurfum aðeins að finna út úr þessu hvernig þetta virkar. Sko, Conor er favorite í þessu sko. Já, og samkvæmt bookies. Samkvæmt bookies er hann favorite. Hvað segir Gunni? Já, klálega. Sko, eins og ég sé hann að bardaga þá er Conor að öllum líkindum að fara outstrike-an. Hann er bara svona hann er bara meira dynamic og hann er einhvern veginn þú veist, hann er sneggri líka sko og hann er meira accurate með höggin sín sko og hann er rosalega klókur standandi sko. Ég held hann eftir að negla hann bara í fyrstu 2 lótunum. Ef hins vegar að bardaginn fer þannig að hann dregst þá það er gott fyrir Dustin Poirier því hann er helvíts warrior sko. Já, hann vill hafa þetta sko, þú veist, svona eins og alltaf mínu upplifun er að hann vill hafa þetta bara svolítið svona
dirty fight og náttúrulega ef hann er hérna, og er náttúrulega með gott wrestling og allt þetta en hefur hérna hefði ekki verið sniðut bara fyrir Conor að fá þig inn í æfingakampið fyrir þennan barða? Ég kannski ekki endilega, það alltaf gott að hafa kallinn Ég veit það alltaf, já, og ég hugsa þetta líka fyrir reyndar Khabib Já, fyrir Khabib 100%, 100%, já. En fyrir Dustin, þú veist, þá ég kannski ekki endilega rétti svona, þú veist, ég ekki með rétta stílinn fyrir það, sko Nei. En, já, eins og ég segi ég vona bara svo innilega að Conor sé, þú veist, í formi þannig að, og hann eigi eftir að peysa sig þú veist, rétt, þannig að hann geti verið að bara pikka hann apart allan bardaðan, ef þetta lengist Eina sem ég skil bara ekki, svo núna þegar þú veist, við höfum verið að fylgjast með þér öll þjóðin hefur hort á þig, slást í bara í hvern einasta bardaða hjá þér af hverju hefur þetta verið að gerast hjá Conor, af hverju alltaf er hann bara með 2 lótur, svo fer hann bara hægt og rólega, maður er alveg bara, maður sér einhvern veginn þolið hrynja bara í lok annari og svo bara á 3., 4. svo stundu kemur hann tilbaka óvænt sem er svolítið skemmtilegt en af hverju er þetta? Ég held að þetta sé tvent ég held að þetta sé, þú veist, þetta gerst meira í svona seinna hluta karriér en ég held að þetta sé líka svolítið stíllinn og þú veist, hann kemur náttúrulega inn alveg hróðalega confident sko og ætla bara að klára þetta í fyrstu 2 illa veðraður sko og kannski bara notar hann of mikið, þú veist svona peysi sem hann setur í byrjun er ekki peysi sem hann getur haldið ef að hinn survivar og þegar það fyrir að detta niður og þegar þú fyrir að missa svona, þú veist að vita allir hvernig það er úr tónu 3 þú ert ekki eins og þú veist, þér líður ekki eins í skrokknuðinum og þér leið þegar þú ert alveg ferskur sko. Og stundum getur það að spila svolítið með hausnamönnum og þeir eru kannski ekki bara góðir þegar þetta svona þessi sprengja er farin Það þarf svolítið að klára Dustin í fyrstu 2 lótunum annars getur það nætti í smá vissin mögulega, það, eins og ég segi, það fer svolítið eftir sko, ef hann er búin að eiga alveg hrikalega gott kamp og er í fantaformi og peysa sig svolítið virkaði formi í þessari viktun allavega hann virkar En talandi formi, heldur hann sé í góðu líkamlegu og andlegu ástandi fyrir hennar bardaða því að það er búið að vera vissin á kallinum ég veit ekki alltaf allt fyrir bardaðana en svona fæ að heyra flest svona eftir og hvernig þetta var svona kannski í meiri dítilum heldur en að fólk flest en ég er búin að vera náttúrulega í sambandi við bæði hann og hérna John þjálfur hann og þetta hljómar eins og hann sé bara allurinn sko þannig að ég er með stóra vonir sko. Þannig að þetta er rétt stuðlað hjá The Bookies þeir setja 1.30 á Conor og 3.65 á Dustin það er bara rétt stuðlað það kemur mér mikið óvart ef hann tapar sem bardaða ég veit ekki fyrir að setja hús hver er betri gólfuna þeim, þetta enda mikið neðri Mér langar einmitt að spyrja það út í þetta er Conor vannmetinn í gólfinu? Þú veist, þú náttúrulega með svart belti í jiu-jitsu og hann er með brúnt þú hefur klímt við hann endalaust er hann betri en fólk heldur? Já, hann er það sko hann er nefnilega drullu góður í gólfinu og þú veist sérstaklega sko ef hann er alveg ferskur og hann er hrikalega góður á attack sko en þú veist, hann er mjög góður að verjast að vera tekið niður og síðan er hann mjög góður á attack svona, þú veist, þegar hann er á hreyfingu í gólfinu sko. Þetta lendir í miklu vörn í gólfinu en vesinni þar kannski svona, þú veist, að miða við suma, eins og við höfum séð bara þegar hann er svona pinnaður aðeins þá veist, það er erfitt en eins og ég segi, ég hef ekki eftir mótunum núna alveg það fara að vera komin 2 ára eða eitthvað En tala Conor, hvenær fá að sjá Gunnar Nelson aftur í ringdum? Já, núna erum við búin að opna og byrja að æfa og keppnislið komið á flug og svona þannig að Ertu á leiðin á Fire Island, eða hvað heitir þetta? Segji hérna sem þeir að keppa á Fire Island Það er rosalegt Já, það er annarkvort það Vegas Sæl mér inn Ertu komið með Ég er mjög gott rekord með þér í Vegas Ég er harpa þá Ef þú ert að fara að fæta í Vegas þá erum við FNÍ fyrir blöðum að koma og vera á staðnum sko. En ertu komin hvernig er hjá ykkur Ertu komið með eitthvað andstæðinga er verið að þreifa eitthvað eða? Nei, við erum byrjaðar að þreifa aðeins sko og það, eins og ég segi, það sem vantar og hefur vantað er náttúrulega bara þú veist að geta fengið kannski 2 skrokkaði viðbótinga heim Já. Og það sem að
það kemur örugglega aðeins meiri ljós núna eftir bardaginn á Conor því þá næ ég aðeins betur sambandi við John, hann er náttúrulega bara allur inn í þessu. Það er að tala við John og við þurfum að finna þessu út hvernig við útfærum þetta og hvernig ég get fara að kampa og svo. Hvað væri draumur þinn á þessu ári? Var það 1 bardagur, 2 bardagur eða 3 bardagur? Sko, það er alltaf 1 í einu en það væri geggjað að ná allavega 2 bardagum á árinu, sko. Já, en er það ekki líka bara málið að reyna bara að fá einhvern gæja berjan og reyna að taka lítið skaða strax í næsta helst að finna ykkur gæja, berjan það snýst sporti þú veist þetta snýst bara það. En ef þetta berjast í Vegas, Gunnar, ertu að gambling man eða elskar að fara í rúlletuna eða ertu í pókernum? Ég get nú ekki sagt það, mér finnst það mjög gaman að spila, sko. Ég næður alltaf í rúlletuna. Alltaf að spila. Félaginu var að fara í kasino í kvöld. Þú væri með mér á blackjack-borðunum. Ég get lofa eitthvað því. Ég myndi alltaf ná. Ef að díleri var í slappur, þá myndi byggja Gunnar að kirkja. Ég myndi alltaf ná Gunnar í rúlettuna. Það er algjörlega staðvist. Já, það er rosa gaman líka að kíkja í rúlettuna, sko. Hvernig er með þig? Því að þú veist, þegar maður er að horfa á UFC, bara við erum alveg að fara að sleppa þér. Þegar maður er að horfa á UFC og svoleiðis, þú veist, þegar maður heyrir þessi stóru nöfn alltaf vera að name-droppa þig og þú veist, Lísendur og DC og allt þetta, skilur fylgist þú sjálfur, horfir á hvert einasta kvöld eða hversu vel fylgist þú með sportinu? Nei, ég er svona, þú veist, ekki ég fylgist ekki svakalega vel með, þú veist, öllum viðtölum og öllum svona þannig, en ég horfi á flesta barda eða svona mikið af svona aðalbörduðunum allavega. Já. Klálega. En áður við sleppum honum, ég verða að henda honum í hraðaspurningar. Speed questions. Þetta þú segir bara fyrsta sem þetta í hug, Gunni, og það er ekki hægt að svara vitlaust. Tilbúin? Já. Búin að reynsa hugan? Já. Okay. Uppáhalds matur? Steak. Besta bíómynd allra tíma? Hvað kom fyrst í hugan? Lord of the Rings. Það er ekki auðveld spurning. Lord of the Rings. Hvað er skemmtilegast sem þú gerir? Djöflast. Hvað kveikir í þér? Kona mín. Hver er besti bardagamaður allra tíma? Minn er Fedor Emelianenko, sko, það er ekkert að breytast. Hvað drekkur á djaminu? Ég drekk viski, svona rom. Ég var að segja ykkur daginn, við erum að byrja að drekka viski. Blöðlangar að drekka viski. Ég var að segja síðasta þætti, sko. Við erum að taka nokkra sopa saman. Ef þú eru að sofa hjá dýri, hvaða dýri eru fyrir valinu? Bara kvendýr allavega. Lið í ensku? Liverpool. Í hverju sefuru? Engu, svona yðurlega ekki. Sefur á limnum, Gunnar? Já. Það er rosalegt. Hann er kannski ekki endilega alltaf móna á honum samt, sko. Uppáhalds tölvuleikur? Kott. Hvort myndir þú sofa hjá rollu og engin fréttir að því eða ekki sofa hjá rollu en allir halda það að gerst það? Þú ætla bara að sefur hjá henni og veit enginn að því. Þú svistir það bara að því sjálfur, skilur með sjálfur. Hittir böll og tíu. Og síðast ef þú mætti djamma með hverjum sem er í heiminum eitt kvöld, hver er þið fyrir valinu? Já. Hvað kemur fyrst upp í hugann? Einhver fighter eða einhver Hollywood actor eða stendið eða? Já, sko. Þetta er eiginlega þú veist, má það vera að þú veist einhver sem að er dáinn, skilur, má það vera bara Bruce Lee eða eitthvað. Bruce Lee væri þetta rosalegt. Já, vestafalli taka kistuna bara með En ein spurning, Gunnar, bara á því ég var að missa þig. Segja mér bara, Khabib komið alltaf að gæla eitthvað við að hann komið mjög aftur þó hann segja að það er hættur. Ef hann fær aftur í Conor, gæti Conor unnið hann eða er þetta bara game over? Já, þú veist, ég er á sama málu ég var fyrir bardaðan, sko. Það kamp var náttúrulega arfaslaft og hann getur gert svo miklu betur. Hann getur unnið Khabib, þitt faglega mann. Ekki spurning, hann er með svo góð tools til þess að það sem ég hef heyrt allavega er að hann hafi náð að stoppa alltaf helsta frá honum. Það sé bara þessi smáatrið sem hann þurft að vinni til þess að geta algjörlega einhvern veginn komast undan. Já, Conor McGregor. En áður við klárum, hvernig fyrir þetta? Conor vinnur. Hvernig ég þarf að veðja á þetta. Hvað er ég bara þetta róta 1 eða 2? Ég segi fyrsta lóta eða snemmi janúari. Ég ætla að segja fyrsta lóta, Róta Gunni segir fyrsta lóta eða snemmi janúari. Þannig að fólk getur tekið fyrstu lótu.
Þetta er Sko, ekki flókið. fyrsta lota Ég double my money ef hann klárar hann í fyrstu Thanks Gunnar Takk fyrir komuna Gunnar Nelson FM 95 Blu í samstarfi við Keiluhöllina, Túborg Léttöl og Fitnessport. Hárið það er Keiluhöllin, Túborg Léttöl og Fitnessport sem færi ykkur F95 Blu og já, Steindi, við erum á pínu skrýttum tíma núna Egill er að hjálpa Gunnar Nelson að komast út úr húsi. Já, og við ætlum að henda okkur í klefa. Já. Gamla góða maður og þar líður okkur nú yfirleitt vel. Það er, við hendum þér í klefa fyrir dag af því að bóndadagur Já. og Egill, hann sá svolítið þetta hann skrifaði hvað þú áttur að setja í brefið Já. fyrir blómabúðina. Þetta var ekki, ég fekk ekki þægilegasta textan, við getum að lorða það þannig Já. og svo var hann alltaf að bæti hann og þetta var óþægilegt, en já, við hringdum í blómabúð og það er náttúrulega bóndadagur, þannig að við ákvæmum að snúa þessu við. Ég er bóndi sem er búin að skýta smá Já. og er að senda blóm og frúna. Við skulum bara heyra hvað blómabúðin sagði. Bjarka Blóm, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Heyrðu, væri hægt að kaupa hjá þér blómvönd og láta senda hjá okkur, eða? Já, það er hægt. Heyrðu, frábært, ég það er nú bóndadagurinn en ég ætla nú að snúa þess aðeins við og senda á konuna, sko. Já, frábært. Er hægt að skrifa bréf með þessu? Já, hvað viltu að ég skrifi? Heyrðu, það er bara hæjásti mín Já, og ég vil biðjast afsökunar á þessum daginn. Kannski bætir hann eins og, já, bara ég hafi verið, eins og þú veist, þá var ég komin í jagerinn. já, skrifa það. Já, skrifa það bara. Hún veit alveg hvað það þýðir, sko. Ég ætla nú ekki að hafa bréfið langt, sko. Ég ætla nú bara rétt að spurning bara og kannski bæti við þetta og hún muni allavega ekki grípa mig aftur í að vera eitthvað svona að gera óviðandi hluti inn í stofu. Já, þetta ekki grípa, já, óviðandi hluti inn í stofu. Þú getur skrifa í hraðhristing. Já. Getur líka sagt bara og þó hún sé ekki fætt í gær, hún sé klár kona. Já, skrifa það. Já, hún veit hvað þetta þýðir, sko. Það getur haft þetta með að ég hafi verið komin í jagerinn allavega. Já, ég var búin að skrifa hérna, var komin í jagerinn. Já, það er bara svona smá varnarskjöldu fyrir mig. Já. Þetta er alltaf svona. En svo, já, kannski bara hún sé klár kona og mér þykja vænt hana. Og maður kannski bæta við líka, kannski skrifar þetta orðið of langt, kannski það? Þetta er alveg orðið, alveg ágætt. Já, ok. Skrifa í lokin bara, ég vildi bara láta það vita að ég hringdi í meindýraeyði. Og leta hann úða á allar möblurnar til öryggis og geti jafnvel bæta inn í lokin að ég sé líklega að fara að hringi í prest bara svona til að láta hann skoða þetta líka. Svo bara kveðja Steini. Kveðja Steini? Já. Herðu, ok. Hvernig hljómar þetta núna? Er eitthvað heil brú í þessu? Viltu að ég lesa þetta? Já, það væri ágætt. Hæjásti mín vil biðjast afsökunar þessum daginn, var komin í jagerinn. Já, þú mynd ekki aftur grípa mig við að gera eitthvað óviðandi í stofinni. Já, og grípa mig að gera eitthvað óviðandi í stofinni og þykjast og vera að horfa á golfstöðina. Mátt bæta því við. Já, þú mynd ekki grípa mig aftur í stofinni. Hvað? Í hraðhristing bara? Já, í hraðhristing. Veit að þú ert ekki fædd í gær, þú ert klár kona og mér þykir vænt þig. Og svo hringdi í meindýraeyði og allt er orðið hreint. Svo skrifaði bara kveðja Steini. Og presturinn, já, bara það er svona spurningamerki honum, getur bætt spurningamerki, ég mun kannski heyri honum, bara til að láta hann kíkja inn í stofu og bara, já, bara svona til að láta hann lappa í tringarna og heyrðu, er þetta ekki bara flott þá? Tekurðu debit eða ertu bara í kredit? Ég er líka með cash, sko, ég skal bara koma freka með cash, er það ekki miklu betra? Jú, þú getur gert það. Heyrðu, ég mæti bara með cash. Ok, frábært. Takk fyrir. Takk. Bye.
Thank you. Það styttist í spurningakeppni Gilsarans og fleira. En mér er að hérna Íslensk slúður. Já, það er mikið að gerast núna í FNÍ. Já, þetta er bara rosalega mikið, alls svo mikið að gerast. Já, það er alltaf að vera crazy, það er að sjóða upp úr. Já, en oftast förum við í hvort myndur frekar hálf 5-leiti en Gunni Nelson mætti í UFC hotn FNÍ 5 blöð. Gunni var, hérna, hann var alveg geggjaður og sko, hefði ég haft sko meiri tíma, ég gæti spjalla við Gunna í marga klukkutíma. Ég hefði viljað heyra hérna með Ponsin Imbios sem var rótaður síðustu helgi og svo er náttúrulega hérna Ponsin Imbios? Já, sem var potaði í augun á honum. Já, sem potaði í augun á honum. Argentínumaður og svo er þú veist hérna. Hversu pirrandi var það þegar hann potaði fucking augun á honum? Svo var Gunni náttúrulega mjög nálægt í að vinna hérna Gilbert Burns sem er að fara að keppa núna upp á titil. Þú veist, Gunni er búin að vera að keppa við allra bestu bardamenn í heiminum undanfarið 3 ár. Það er ekki Gunni svona af því að hann er ekki búin að vera berast mikið upp á síkasti. Það er ekki að henda upp einhverju tveimtinn rækjusamlokum í hann, lemu þá í buff og fer svo í eitthvað alveg nafn. Jú, ég myndi segja að það væri bara gott plan. Gunni myndi taka hérna nokkra, fá smá highlights, berja bara 3 samlokur og fara svo bara clowns eins og Egil kallar þetta. Vaða svo í eitthvað top 5 gæja. Jú, það kemur að því. En hérna leið og Gunni fyrir að vera aktífur þá byrjar alveg veisla sko. Hann ætlar að ná 2-3 börnum þessu ári. Það væri geggjað. En það komið að hvort myndur frekar hér í FNÍ 5 blöð. Og eru tilbúin drengir? Þetta er 3 spurningar. Ég fekk svo margar sendar síðasta föstudag á Instagraminu hjá mér að ég gætt nýtt þetta í 2 þætti og hér kemur fyrsta. Það er hann Kristinn A sem að sendi mig þessa. Hvort myndið frekar drekka 2 lítra af hlandi eða 2 lítra af svita? Új bara. Wow. Sko, veikur hann Kristinn A. Ég held fyrst þetta var létt en svo þetta er bæðið svo ríka lógislegt. Þetta er ógæðislega spurning. Ángriðs, þetta er ógæðislega spurning. Ég er alveg saman á því. Þetta er 2 hræðilegir valmöðleikar hann. Þú þarft ekki að segja það upp að það heyra allir hlustendur. Sko, svitin er, þetta er vantarlega mjög, þetta er bara svo að drekka saltvatn. Það væri mjög létt, ég myndi spyrja hvort myndir drekka 2 lítra vatni eða 2 lítra svita, sko. Sko, ég veit alveg hvernig það er að drekka svita og þegar sko allir sett bara, þú veist, fundið bragðið af svita eitthvað tíman. Það er viðbjóður, en ég hef ekki smakað hland. Það er mikið af mínum vinum elska, eru mikið í svo pissfettissi sko. Eru margir vinir? Já, menn elska þetta sko, alltaf pissi yfir sig sko. Í alveg? Já, þetta er algengast að fettissi þú finnur sko. Alls ekki? Hann er komað með þetta. Nei. Hvað meinur þið? Ég þekki engan sem er í þessu. Ok, googlaðu motherfucker. Það var mjög vinsælt. Ég myndi halda að pissa sér sér algengast í fettinu. Það er ekki táfettis eða eitthvað. Ég myndi halda að vera miklu freka bara eitthvað að beti, láta flengja sig eða tásufettis eða eitthvað. Þetta er nummer 1. Númer 1. Og válega ég er ekkert í þessu. Þannig að ég hef ekki verið, ég veit ekki hvernig það er. Hvernig er piss á bragðið? Þú getur ekki stendig, ég veit hvernig sviti er. Spurða mig, þú ert að spyrja þess að vini. Getur þú svona geskar? Hvernig pissi á bragðið? Já, ég þarf að vita. Já, ég var hræðilegar umræður en ég veit að við erum á lægra planið við erum oftast komst. Pissulykt er ekki góð. Ef einhver getur svarað, það er Steinþór. Já, pissulykt er náttúrulega ekki góð. Nei, ég er ekki að tala pissulykt. Þú færð ekki að hvernig piss á bragðið? Það veit það enginn. Svaraði bara spurningunni. Þetta er ekki liðið sem veit það sko. Nei. Enginn sem ég veit ekki. Anna hver vinur þinn sé í þessu. Anna hver vinur hans Egils er í þessu. Það er rosalegt. Ég myndi aldrei fara að dæma. Mér finnst þetta samt skrítið sko. Anna hver vinur hans sé að láta mýja þessu. Við erum ekki að dæma það. En þetta er rosa spes að Anna hver vinur hans sé. Já, það er svolítið mikið. Það þýðir Anna hver okkar sé í því. Já, sem er bara ekki satt. En af 2 þá ert þú líklegri Steindi. Nei, hefði yfir taldið. Þú þolir ekki að fara í sturtu og alveg svona Ég hefði samt ymmit, ég hefði frekka gíska á því sko. Já, ég þarf að googla satt bara most popular fetishes. Er ekki piss efst þar? Nei, pocket ekki. Það ekki? Ég held að það sé mjög neðarlega á lista. Rosa skrítið. Já, hvað heldur að þú veist, þetta er svo óhendut. Hvað heldur að fólk sé að pissi í rúmið sitt eða? Það er að fara bara inn í eitthvað dungeon. Það fara bara í baðið eða eitthvað, ég veit ekki. Herra Ástrími, helviti, hefur þú ekki að gera eitthvað í kvöldu? Er það ekki bara plast allt hérna og farin að bað og... Þegar ég segja það sko, þetta er ekki hérna, ekki efst að lista hérna. Hvað er efst? Shocker, hvað er efst að lista hérna? Roleplaying, Rikki var hérna, var efstu sko. Sko, þú varst alveg pottitur að því þetta verður bara vinsalasti fettis í heim. Já, helviti er þetta sérstætt, ég ætla að pissa að vera efst. Nei, það er ekki efst. Búið að ljúga mér eitthvað. Eru þið til að svara mér samt? Já, Steinþór, hvað ætlum þú að gera? Shit, þetta er bæðið svo ógæslegt maður. Ég held samt í tæki svitan maður. Tökum svitan? Já, af því að það er glæst á litið. Ég held að eitthvað sé. Já, þetta er rosalega magn af svita sko. Þetta er svo að drekka sjó. Þú drekka sjó eða? Já, það er ógæslegt. Hvað var það? Við þetta eitt glas eða?
2 lítrar 2 lítrar? Málið Slakað á, sko, af hverju ekki bara 1 glas mjólkuglas? Sko, mikið af athletes drekka pissi sitt þegar koma sér í hróðlega stand fyrir fights. Í alvörunni Ég drekk Rósalega piss. eftir með mikið að skrýtnum upplýsingum hérna í einni einkom Ég drekk piss. Annar hver vinuðin lætur mig á sig og þú vilt meina að íþróttamenn sé að drekka hlandið úr sér til þess að koma sér í stand Já, þetta er bara algengt og særnaði minni pissið. Þú tekur pissið og Steindi tekur svitan Já, ég getur alveg breytt ykkur tjána en ég er svona núna, já Ég held við sem að ná nettum botni hérna umræðan Já, ég veit, þetta er- þú ert hvernig meira líf. spurningarna motherfucker? Herru, næsta spurning þessi er áhugaverð, mér stæðis er góð Það er Jóhann Örd sem á þessa Piss, ég fann piss. Ég fann hérna síðu hérna. Já, hvað er því? Men's Health. 15. sæti Hörðu, Men's BDSM í fyrsta. Hörðu, síðan er piss í 3. Sko? Ok, 3. sæti Já, fannst ykkur að vafa sama síð eftir að vera búin að googla þetta til Já, ég fann þetta. Númer 3 Mér stæðis er góð Ok. Hvort mynduru frekar vilja að þú myndur öskra vitlaust nafn í kynlífi með konuninni eða konaði myndi öskra vitlaust nafn Hvað er svo Ralph? Ha, Nei, svo American X Murderer, Já. það skræði Ralph. já Þannig Ég er þetta ekki búið að vera í öllum liðlegum svona romantískum gammyndur En hvað er bara svo, að rólegur Ha? bara svo ef að Steindi væri á baki og Sigurður myndi öskra bara Siggi hlöðu sátt og hún geti. Já, það var það great honor Siggi hlöður rosalega spesifika myndi bara öskra Siggi Já, en þetta er ekki að Sigurður Hlöðversson Dagskar að gera maður Dagskrárgerðarmaður Það væri ákveðin skellur, ég veit ekki það væri skellur Ég held, væri veistu hvað, rosalega. ég held í raunni að þetta sé nákvæmlega jafn slæmt Samt ekki því að þú fær skítin ef þetta ert þú Já, þú meinar, já Þá getur þú freka verið svona sá sem er pyrraður eitthvað neina Já, svo er ekki þetta dæmi eitthvað breinfart Þú veist, það er bara, hvað var þetta? Æ, þetta er bara eitthvað breinfart maður Það sagði allt í nú nafni á fyrirverandi síðan með fyrir eitthvað 16 Djöfull ára myndi maður byrja að hugsa bara hvað var hún að hugsa þegar það verið í gangi Sko ef hún öskrar Matthew eins og Matthew McConaughey eða eitthvað þannig, þá er það bara great honor. Já, Þú veist, þá er það bara frábært í raun. Matthew, þú veist, þá var Já, ég sjá bara ruggla þeir saman við Matthew Já, bara, þú veist, það myndi peppa mig vel upp, sko. En hún öskar Rikki G Já, veldur að þú veist hvað Rikka var að tala er það post eða pre-átæki sitt, sko. Já, það er tveimir sem þetta Rikkar í gangi þar, sko. Eftir að hlutabriðin hækkuð, eftir að hvítu buksu Tátekið, sko. Rikki var aldrei vinsildin akkur núna, hann er verið að selja eitthvað spray sem hann mókar út og er orðin að billionaire, sko. Þannig að þeir eru sammála því að það er betra að konan kallið vilja Já, ég held það er það þægilega en að þú öskrir eitthvað hérna Sigurður, þú veist, það er að útskýra það. Það er Ræðilegt, sko. mamma mín heitir Sigríður sko Það er svoleiðis. Já, ekki vera öskar það Svo er síðasta spurning hvort myndi freka vilja að það myndi leka kynlífsmyndband af ykkur á neti eða eignast 3 börn í viðbútt að nú eru 2 barna fyrir það verði það á þessu ári Mér finnst þetta Er nefnilega þetta frekar- þríburar eða? Já, segjum bara 3 börn Mér finnst þetta að vera frekar þægilegt sko að því að þú veist, veistu hvað ég er alveg til í að eignast 3 börn í viðbútt Já, ok Sko, ég Þáttu veit að 5, þáttu jafnmörg og Kings Holy Holm, sko. og Hugi eða ekki, hvað Sem er Hugi að mörg? sex eða Hugi er í 4 Hugi er í 4 og Luigi Bergman er í 7 Hann er ekki 6 En sko, það er enginn sem kvartar meira undan álægi eftir barnum með 2 hjá þér og þú og hvað ætlar það að fá 3 börn og svo bara næst Já, sko, máli er að börnin mín eru mjög orkubyggil Já, það er bara eins og hjá öllum En þú ert ekkert mikið í rúmkólunni út með 5 krakkar, sko. Þá ertu bara að skipta á bleium og bara you're working hard, sko. Já, ég veit það alveg en þú veist svona, að ég veit ekki ég er svona, ég gæti alveg sé fyrir mér að eiga fleiri börn sko ég gæti alveg sé hérna, en ég veit ekki, þú veist, konan segist þér að hætta hana ég var það, Er hún retired? en hún segir það Egil, Ertu búin að klippa á penisina þeirra? Nei, ég er ekki búin að klifa neitt sko Hvað gerur þá? Steindi þarf að Gerum býða vonandi. hann mun eignast að Twinkie in the City eins og að kalla þetta sko og þá má hann ekki vera búin að klippa þegar hún vil bann fyrir hann er 50 sko hérna, Er það kallað Twinkie in the City? Já, þú yngir upp eftir 20 ár hérna, en Já, það er alltaf að vera tengt. Já, Egil, hvort vilja þú? Já, ég veit ekki með þetta kynlífskonseptan, hann að, jú, þrígæslingar. Já, tökum bara allir Tekið á mig þó að sé vinna. Það er bara hannig. Bullandi vinna, djúvel er þetta erfitt maður Komur á óvart hvað þetta er erfitt Ég er döðu stressað fyrir sunnurinu Ég við ekki hana Þetta er ekkert eins og eiga hund Þú vildi meina að vera erfiðar eiga hund en batn Já, ég átti náttúrulega mjög fatlaðan hund en mesta máli er að kjafta sem ég heyrst. þú ert að fara að eiga 2 unga börn á sama tíma, það verður vesen Það er hárrétt, það er Túborg Léttöl, Keiluhöllin og Fitnessport sem að færa ykkur F95 blöð Keiluhöllin. Já, Shaken Pizza maður Það er kaupið
2 pizzur af matseli og þið fáið 3. frýtt alla helgina. Þannig að tjekkja á því. Það hefur séð Joe Já, ekkert eðlilega góða pizzur. Svavari Fittspott þarf að vera með eitthvað svona. Kaupir, veist, Eitt ritt og fær og næsta færð ritt. protein bar með þau. Það er að skeina. Já, við erum aðeins að fara að henda Jó ykkur- er hugsið lausnum, sko. Já, við erum aðeins að láta Svavari Fitnessport heyra það. Ekki það, ritt er yfirbara orkudrykkur ef að úti það er farið. En það er komið að spurningkeppni Gilsara. King of Bondi. Já, ég Það er er með- bóndadagur í dag. Og hver er betri bóndi? Ég er með stóra fréttir sko, þetta er ekki, ég vil ekki vera að draga það niður rétt fyrir keppnina. Ég veit að gera þetta engin með Lóa Bergman getur betur. En Ævar Gudmundsson sá aljákvæðasti og sem hlustar á hvern þátt. Hann sagði við mig í dag, hvað er í spurningkeppninni? Ég sagði, ég held að hann sem er King of Bondi. Já, hann þarf að koma með nýja spurningar núna. Þetta gengur ekki lengur, hann sé alltaf að spyrja það sama. Þannig að það er pressaður bara svo veitir það. Ef það kemur frá Ívar Guðmund sem hlustar á hvern einasta þátt. Sko, ef það er einhvern sem heldur mér af tánum, þá er það Ævar Gudmundsson. Já, ég vona það. Þannig að, já, ég ætla að gera það mig. Ok. Það voru allt nýja spurningar í dag. Ég verð ekki með eina gamla. Ok, það eru góða fréttir. Það er þetta spennandi. Já, gott að Gudmundsson haldi mér á tánum. Ok, King of Being Bondi. Fæ ég trailer eða vantarlega ekki? Nei, að því við erum byrjaðir. Mörgur klukkutími að búa til og allt það. Fékkstu samloku í bóndadagsgjöf í morgun? Veitu hvað sem ég sagði þér bara frá áðan? Þetta er bara búndur. Nei, ég fekk ekki samlóku. Varstu bara að henda á mig einum? Nei, ég bara Gifist búndið þetta? Bara svaraði klæðan. Já, ég fekk samlöku. Það er 1-0 fyrir Steinda. Samlóku í Þetta er ekki svo bóndadagsgjöf. skuttur að halda núna blóðan dega. Jú, ég er ágættur sko. Steindi fekk samloku í Já, Í morgunmat, sko. með eggi og Var hún góð? Smörosti og mjög góð, já. Hefurðu elda 3 rétta máltíð heima einhver tíman fyrir konuna a la Simmi Vil? Nei, ég hef ekki rista brauð sko. Hefur aldrei ristað brauð fyrir konuna? Jó, ég hef reynda gert það. Blöð, þú er trailing. Steindur, þú er með 3 rétta máltíð og ég gef grætli og svo bara með eitthvað forrétt. Nei, Steindi kann alltaf segja 3 rétta máltíð sko. Hvað þá eldana? Já, ég hef ekki eldað 3 rétta máltíð. En þú aldrei verið með ísek er bara eftirréttu skilu, svo þetta er bara aðalegt, sem getur verið nöyt, svo aldrei verið með Maðurinn kann ekki elda, ákveður þetta reyna að setja búnda. Nei, ég Jú, bara- þú veist, auðvitað hef ég oft eldað og grillað eitthvað mat og kjöt og gert eitthvað. Ég hef aldrei verið með 3 rétta heima. Nei, svona. ég sparkaði Ekki Simma Vil-stæl. Nei. Mástu því ég sparkaði þér á grillinu þegar þú varst með ammaliðinsinni? Já, þú tókstu því. Hræðilegu grillari sko. Já, þetta skeina. Ég geti mig kjötmæli, ég er ágætt skriflega. Ef ég var fyrir matabóti Steinda og vitandi að hann var að fara að elda, þá myndi ég taka með mig pítsu. Nei, það myndir ekki gera. En Sigrún hins vegar er geggjuð. Já, hún kann elda. Heldur hún oftar heima? Já, hún gerir það. Ég er með 2 daga í viku þar sem ég elda. Þetta bara rúmkólun og kallan og sem bara stendi matur. Nei, já sko, nei, þú getur ekki bara, þú veist, við erum með 2 börn. Jú, það er þannig. Ef Já, það lítur að vera þannig. Steindi, matur og hann kemur röltandi niður úr rúmkólunni. Ég er Þvílíkt náttúrulega líf. með krakkana og láta lesa og fylgjast með og allt þetta. Já, bara hannig. Það er 1-0 fyrir Steinþóri. Já. Varstu vakin í morgun með frábæru bóndadagsjafli? Nei. Það auðvitað var nú að opna sig með þetta á hann. Nei, ég sagði að það fengi slopp og þú fekk samlóku. Þú færi aldrei Þvílíkur eitt munur. slopp. En þú veist, ég held kannski að það væri sloppur og jaflu og samloka og jaflu. Nei, það var- Við það erum var ekki svo completely honest núna. Já, ég er það. Þetta var ekki jafl og sloppur, þetta var bara sloppur. Steinþór, Það er sjálfgeft að fá bara samloka slopp. jaflinn, sko. Þetta helst í hendur myndi ég halda. Já, það er líka mjög algengt að hafa samloka þessi sleiktaði raskatu, sko. En þú veist það ekki. Já, nei, þetta Nei. er punktarlaust. Þú ert eitthvað hikandi, segðu það bara. Nei, þú veist, við fengum hvoru er jafnlið, Ok. sko, já. Hvort þetta graður á bóndadaginn eða sprengidaginn? Ég veit það ekki, það eru bara svipa. Voðalega er þetta skrítið maður. Ég held að, Erfið. þegar ég vaknaði morgun, Erfitt dæmi hérna. ég get bara staðfest það. Já. Ég vissi ekki eins og það verið bóndadagur fyrir ég fekk gjöf. Þannig að fyrst okkur ætti ég þá að vera eitthvað graðari þá Nei, heldur bara, en- veist, það menn er ánægótt harðið bóndadagsmenn eða sprengidagsmenn, sko. Aldrei, hvorugt. Eru menn Harður sprengidagsmaður. Aldrei. Bara saltkjöt Já, með ég- hvítri og svo bara allt í gang. Já, menn er sprengja, veist, menn elskar sprengidaginn, sko. Nei, Ég ég elskar Ég held að það sé nei, Hvað, þetta að fá saltkjöt og bönir? Nei, menn sprengja, borða menn það er ekki einu sprengja. sinni. Já, jésus. Nei, ég er, Steinþór, hvort er þú svona hvernig færði punkt þarna? ef þú graður á bóndadaginn og farið punkt eðlilega? Já, þá er ég það bara held ég. Já, ég líka. Wow,
2-1 Já, ég get Þetta er ekki ekkert eðlilega Hver er að vinna eða? Get ekki verið Þú? steint að rosta Er ég að vinna? Já, ég meina þú til að pakka blöðunum saman núna, sko. 2-1 Sendurðu konunni í hádeginu Rómantíska bóndadags lemumynd Herru, þú sagðist ekki alltaf að vera með gamla spurning hvað? Þetta er gömul Þetta er gömul spurning, Þú er bara að spyrja oft út í þessar limmyndir Nei, ég klára spurninguna Ekki bara, ég var að hálna Já, ok. Lengsta spurning sem ég verið með, sko Sendurðu konunni Rómantíska bóndadags lemumynd Alla Richard, með textanum Þetta er maturðinn í kvöld Jésús Þetta er svo Þetta er orðið svo sorglegt já. Þetta er bara orðið ógislegt og Þetta er út af það bóndadagur Já, Já, við veitum alveg hvað dagur er Menn er ótt með svo rómantist flip en jú, þetta er punktur hjá mér Eða ekki? Já, ég gerði þetta þenni vinnu Hver er veist það líkurnar á því? Já, ég held að ég fáið punkt bara með líka Við gerum þetta báðir Og á skrifaðu Já, bara þetta er maturðinn í kvöld Já, Og hún er ekkert smá spennt, að fara upp í bústað ég skrifaði þetta orðið líka Já, hann hafði punktur á báðan Skrifaðu þú þetta líka Já, orðið 3-2 Ok Þetta er rosalegt Já, alveg rosalegt Hefurðu riðið stöðumálaverði? Og íbast, það er ekki eins og grín í þessu Þetta er bara ógislegt Herðu, það er eiginlega bara komið að lagi Þú ert bara svolítið kongurinn í bóndadeginu Ói, þetta var eiginlega bara Þetta var bara svona Nei, þetta var 4-2 Ég er ekki sem búinn, ég mein eftir Hvað er það? Það er 2-1 stendi, svaraði fyrst bara. Já, bara auðvitað ekki Akkur auðvitað ekki Nei, ekki auðvitað ekki, en ég hef bara ekki gert það En þetta var spurningi var svo ógeðslega Einu sinni var þetta alltaf hefur þú veist eitthvað svona fyndið og skemmtilegt Þetta var Þetta er svolítið gróft Var þetta mikið það? Já, ég meina, við fílum oss með nýja spurningar En það er aðeins að dempa þér Það eru fílar að segja nýjar Getur þú sagt mér hvað er þessar nýju voru? Þegar ég máli er að æfingar námsins var að hvetja með nýja spurningar Og sen ég gangið til því að kemur nýjar Nei, við getum það ekki Hefur þú vaknað það óeðlilega graður að fyrsta verkefnið þann daginn var að sækja vinnu sem baðvörður Fyrir að hlusta FM 95 blöð á FM 957 Klukkan orðin 5:30 og Egill Einarsson barðist fyrir því hér í síðustu viku að fá ég ætla nú reyndar að segja snilling hingað í stúdíóið því að hann er snillingur og bjóð til fyrsta handritið af FM 95 blöð þá var hann að vinna á FM 957 hann heitir Svali en hann er ekki komin hingað til að ræða það hann er komin einna vista því að hann er tene kóngurinn vil eitt minna Svali, verður velkomin Takk fyrir, mér finnst þetta geðveitt Tene kóngurinn Já, það sko við hefum verið að ræða svo mikið hérna, þú veist, auðvitað eru Íslendingar bara fastir, það er COVID og allt þetta og við hafum búið að vera hérna sérstaklega Egill hann ætlaði að fara til Tenerife núna í apríl 2020 og svo var hann búin að draga þetta, ég veit ekki hversu lengi og nú er bara komin tíma að fá konung Tenerife eins og hann kýsa Hann segist aldrei að vera spenntur fyrir viðtali Nei, sem er geggja Nei, menn að málega, ég held ég sé ekki svo eini menn að Íslendingar elska Tenerife út af lífinu Vissulega Þú veist, hvað heldur þú svo að séu margir Íslendingar á Tene ef við tökum bara einhvern mánuð random ekki COVID, hvað sem margir Íslendingar at any given time á Tene Hverju viku? Já, svona cirka 1800 Egið það 4 í síðan Já, ég var ekki langt frá því En sko málið er, ef þú tekur bara svona jafnæði það koma náttúrulega spikes skilur og jólin það er jólin Já, ég myndi að ræða það með það næsta spurning sko Það er svo sjúklegt að ég jólunum Ég var það fyrir 2 árum Og hvað er með pappa Jólin 2019 Eftir þá með 4-5 úr síðlíka Já, þá erum 4 síðlíka Það er bara rúmlega % þjóðarinnar er á Tenerife Ég verði alltaf desember en ekki jólin Það er æðislegt sko, jólin þannig eru frábæra og það er alveg fáránlegt Ég menn það býr enginn á þessu landi Þú veist þannig, við erum 350.000 rúmlega og eða eru hátt í 4.000 manns yfir sko 10 daga tímabil Það er rosalegt á einni og sömu eiginu sem er 5.000 km í burtu það er bara Við fórum að á milluna, hvað heitir þetta? Rauða millan, hvíta millan Það voru bara Íslandingar Þetta myndi ég aldrei senda ykkur á það Nei, ok, ég var að heyri þér næst En veðrið er svona yfir jóla áramót Það er fínt Já, það var reyndar ekki sérstætt núna Nei, var start núna Ég er að spáði farnamlega Ég er að spáði bókamót með King Richard mögulega Stoney og Blondale fleiri með það voru hópferð mögulega yfir jóla áramót næst Er ég ekki örugum með 25 gráður og sunshine þá svalið? Jú, þú veist 97% Það var bara, það var gott viður í desember skilur og yfir hluta jólana var ekkert allir dagarnir en svona miða við hvað það var eins og var síðustu jól fyrir rúma ári Sónum mér var hjá mér þar og hann sagði alltaf, pabbi, ég ætlaði að strönda á hérna aðfangadag og fá mér, þú veist, koktel og
pröfa að upplifa aðfangandag svona öðruvísi þá var hann bara 27 gráður og það ógeðslega Hvað er gammal? Hann verið 27 ára þess ári Já, ok, ég sá fyrir verið 12 ára gutta Ég var pabbi eitthvað koktel Gristlingur 27 ára? Já, frumburður Ef þú lítur út á 20 Er það ekki bara út á þeim og tenni? Það er mikið, sko Hvað ertu gammal Sali? Ég verið 47 í apríl Þú varst heldur ungur þá splæstir í krakka Já, það var góð mistök Þetta er magnað helviti Jello mistake En bjórn ennþá 1-3 ára efru Er það ekki bara, ég lappa nokkuð bar Það er ekki hættið sem 2008 Bara alveg eins Og þeir mér svo voru lækki þetta núna Þegar ég fór út í haust Þetta er bara svona algengt Þetta er svona frá 95 centum Í 2 eurur Nefn á að fara að lauga þeim eins og ég veit að þið áttu það til að sitja ég sé auðvitað þar að sitja nokkru sinnum og mætti nokkru sinnum þar þar er langt dýrast að vera þið farið þar, þar getið ekki upp bjóra 6 eurur sem að, maður myndi aldrei gera og það eru heldur ekkert besti veitingastæðir En nú er margir að hlusta sem eiga serious cash þegar við mikið að hlusta FM 95 sem eiga og ég er mikið á spurningu hvað er svona besta hvert tvei liðið sem á shitload of cash og vill flottustu veitingastæðar flottustu ströndina Var ekki Hjörvar Hafleðsson sem var að spila? Já, ég er bara að fá meðan annars ég menna nokkur sem var að velta þessu fyrir sér Hvað er dýrasta svona svæðið? Þið fara á Dúkesvæðið, það er að dekka megin Þetta skiptist í Tenerife skiptist svona 3 strandlengir, við getum orðað þannig Þetta er Los Cristianos, Las Americas og svo að dekka Las Americas, það er lagagómurinn eða ekki Ég er búin að vera þar alltaf Ég áreindar bara besti heima með En það er vinsælasta svæðið, ekki? Þetta er bara svona eins og Las Vegas, skiljið Þetta er bara, þú veist Þetta er bara byggt fyrir ferðamenn og ekkert annað Þú veist, það býr eiginlega lengi þar Þetta er svona Nema Svali? Já, ég er hindar með það örfáir En þetta er svona, þú veist Þetta er þannig svæði að það er bara hugsað það á að vera allt í botnaðar Allt árið í hring Og þannig er það, bara skiptir engum máli hvenar þú kemur Eru einhverju Íslendingar á Tenerife núna? Já Er það? Já Ok En okkur þú heima, kongur? Af því ég er með, félagi minn er úti og konan hans og börn, þau fóru aldrei heim Og við vorum alltaf svo mörg, þannig að við ákomum að drífa okkur Var ekki bara Sölvi Tryggva úti? Sá ég ekki hvað Og Helgi Sjöðan Hvenær sér þið fram að fara aftur út í þenni? Ég fer í februar Ok, það er þetta í februar Og hversu mikið lakkar til að fara af þessu hellhole sem er með? Ég fer sennilega ekki verið 2017 Hatar Íslandi? Nei, alls ekki Hann fór af Íslandi og flutti til tenni sko. Ég skil hann alveg mjög vel, þú horf út eða? En ég meina, þú veist, þú getur alveg flutt Ég er alveg að velta fyrir mig sko. Hvað þarf maður að gera það? Ég var ekkert vesen að koma að gristlíkunum eitthvað í skóla og allt þetta Það var 27 ára stró Já, nefnilega fleiri Nei, tókstu það bara kassan? Þeir tóku það að kassan Ég held mér þess að við myndum setja á svona Karolínafönd að það verður hellega Íslandingur sem myndi borga bara ferðina fyrir þú út Það kemur bara aldrei aftur Þetta er sinns að sjúklegt að þú ætti að velta þessu fyrir þér svona í alvörinni, þessi skipting Ég fylgdist vel með blogganinni fyrst, þetta var erfitt fyrsta hálfa ári Þetta tók bara, þetta tók þetta á en málið er bara, það breytir svo margt, þú skiptir svo mikið gír og þú ert að kynna svo allt öðru svona aktmói í bara lífun og tilverinni og það gerir bara svo mikið og það er svo holdt að upplifa En gristlíkandi, töða þeir ekki til að falla í Íslands aftur? Jú, alveg svakalega fyrsta árið sko. En núna bara sama? Þú veist, þeir vita bara að þeir að fara út aftur, skilur Og er ekkert að töða yfir Ef að COVID hefði ekki komið þá hefði þetta verið bara, þú veist, over and out þá væri þau bara orðnir þeir tala ekki spænsku, tala Canarío sko, það er bara komið inn í mergin þeirra það er mjög vel gert sem er alltaf æðislegt sko. En það voru 2,5 ári í skóla og það er bara spænsku ríkiskóli En hefur aldrei partið að opna your own sports bar eða eitthvað svona bar? Það er aðeins í því Ég veit ekki, ég ætla að draga við með St. Eugens sem er eitthvað bestið sportsbar sem ég farið á æðminni St. Eugens sem King Mike á Hefur þið farið þákað? Já Það er rosalur sportsbar Hann er mjög flottur og það eru 4 íslenski staðir En hvað heldur að leigan sé svona fyrir út að nú er við félagarnir og dreymir að opna our own sportsbar Hvað heldur að kosti ágættu slott að leiga á mánuði og þú ætlar að leiga og vera að opna your own sportsbar Það fyrir náttúrulega alveg hvað þú ætlar vera en ef þú ætlar að svipum slóðum á St. Eugene's þá er það tala kannski svona 3.000 € á manni
En Það er samt helviti við sloppið, sko. Er það við hérna? Veistu hvað við sloppið við á Íslandi? Veistu hvað kostar að leiða fokkin slottið sem þið miðbæð Reykjavíkur það? Já. Það er svona sinnum það sinnum 5. En sko, þú ert að selja bjóra á 1 evru, sko. Damn good point, svali. En þú fannst það Blues Brothers. En þú var Lady Gaga eftir hefðum og Blues Brothers skæðina, sko. Þeir trekkja mjög vel að. Lady Gaga? Veistu hvað kostar að fá Lady Gaga eftir hefðum? Þú veist of mikið þetta. Hann veit allt tenni og hann var ekkert að grínast. Hann vildi fá tenni kónginu til spjall. Er eiginlega í beinni útsendingu að segist alltaf að opna bar með okkur og fá okkur Elvis eftirhermur? Nei, Blues Brothers eftirhermu. Ég var frekar til Elvis og Lady Gaga. Hvernig er með Lóropark og háhundningan? Eru þeir ennþá bara léttir eða? Já, þeir eru ennþá lífi, sko. En það er ekki opið. Það er lokað? Í augnablikinu, sko. Það er Síðan Park? Hann er lokaði núna. Það er alveg skellur. Hvernig opnar það? Hvernig opnar það? En abagarður? Sko, hvernig Monkey Park? Já, hann var lokaðan og reyndar aldrei, sko. Hann er þú opinn? Það er bara þar byrjaði kórnaveran, sko. Ég myndi aldrei nenna í Monkey Parkin. Rikki fór í Monkey Park og hann var í blackout allan tíma. Myndi gett í þörrind Ég myndi nenna þannig. Já, ég segi Ég myndi ekki nenna að fara að sjá okkur apa í búri þótt með borga fyrir það. Hann er líka mjög ómerkilegur þessi garður, sko. Þú fara að gefa öpunum að borða. En byrja Síðan Park sem er bestið vatnsverðbötugarður of all time. Hann er bara skellilega ástar. Eins og er. Þeir bara, þú veist, Breitlandi lokað, Þýskalandi lokað, Hollandi lokað, Belgia er lokað. Það er engin að koma til þess að borgi sig fyrir að hafa opið. Það er ekki það ástandi á Tenerife fyrir þessi slæms, síður en svo. Það er raunverulega bara mjög gott ástand. Það er alltaf læg að fara bara næsta mánuð þess vegna. Þú veist, Víta er að fljúa þangað, sko. En þá spyr ég svona í lokin fyrir Tenerife Íslendinga eins og Egil og við erum reynda líka við stendi. Hvenær heldur að Íslendingar fari næst til Tenerife? Og Síðan Park er opið og allt strasli. Er það fyrir áramót? Þetta er faglega mat, tennikongur. Það gerist í sumar. Það er svoleiðis. Í sumar? Alveg pottitt. Mæjún. Þið getið farið og verið byrjar á hann í sumar á tenni. Þannig að viltu meina að ég sé að hæja mér því ég ætla að fara í desember. Áramót, það bara viltu að ég fari bara fyrr þess vegna. Alveg 100%, sko. Er þetta ekki eignar spann í mæ? Jú, það er eina sem er að bremsa þetta af, sko. Ég er með gristling í mæ. Ég er bara alltaf með hvenær má gristlingu fara í flugur? Það er ekki gott fyrir frúna að vera í fæðingar orlofið úti. Damn good point. Svo getið þið gett annað. Svo getið gett eins og hann hérna Árni Björn í hérna CrossFitari. Hann fór út í batningalegu, þau eru saman út í 5 mánuði. Já, hann takka með mitt á Instagram að daginn. Já, nú fáið þið 12 mánuði. Pælti því, 12 mánuði. Hann er bara með fæðingarorlof úti. Þið getið farið bara, þú og frúin, skiluru, og tekið bara frá júni og svo bara komið heim, skilur jól. En megum við hósta krakkanum út á tenni? Það þurfum að henda honum út hérna? Ég myndi henda honum út hér. Og svo en ekki það ég bara spyrja tennikongin að þessu. Krakkin er fættur hér, finnum bara flott upp í flugvél, farin. Bara finnum flotta íbúðið. Skilur, þið leiði hann á 1500 € á mánuði. Það þurfti eldri krakkina sem fara í skóla út í hálf. Það bara er frábært fyrir hana. Hún var bara æðislega kynning. Herru, við komum allt og langt með þetta. Ég ætla bara að tjekka hvernig ég geti farið í 10 daga, sko. Já, ég er bara En við ætlum ekki að tjekka hennu. Egil er alltaf bara með ég er bara alveg til í tenni árinu. Það eru 3 flug í februar. 3 flug í februar. Og svo er svo stenda vikulegu flugið frá því í mars. Og svo sérst 2. mæ, frekar 3. þá byrjar áætlunarflugið hjá Íslandir. Það er þetta veistla. Hvað gerir þú úti? Við erum með fyrirtæki sem Tenerife ferðir. Já. Og það er vinsmökun í því. Getið fengið að great red wine þar. Yes. Það er rosalegt. Ég sendi mitt á þig, þá var ég bara með svo stórun hóp og gristlinga inn í því og svona. Er ekkert að mæti vinsmökun og vera með barnavagnir með, það veist ég. Jú, það er ekki nóg, sko. En þessi tiltekna ferð sem er alltaf á lögatum, hún er bara gott heitið fyllir í. Já, þetta er gamlega konar. Með þessum orðum þökkum við tennikonginum Svala kella fyrir komuna og hann vil meina að Íslendinga verður mættir aðna í sumar. Svali, takk kella fyrir komuna. Það er bara gaman að koma. Þetta lag á vel við, þetta er Friday. Þetta eru Reton Nightcrawlers Move Eye, það er öllum saman. Lagið heitir Friday og þeir eru að hlusta á FM 95. Er þetta sem að vilja í það? Er þetta? Nú farið e-mail frá Rikka, ekki segja það er öllum sama. Já, ég sagði að lagið er fínt. Já, þetta er bara e-mail frá Richard. Nei, ég veit ekki hverju þetta eru. Mjög þekkt mím. Mjög þekkt mím á netinu núna. Já, og fínasta lag. En það er komið að, dagskrálið sem hefur gefið lengi FN95 blöð og það er íslensk klúður. Já, betur, það er svolítið. Það er brakandi. Fólk að hæga sér það? Já, það er brakandi fest íslensk klúður. Já, þú sagði mér áðan, þú ert með hvað gerist þér á Solon Diego og Kamilu þegar? Jú, það er svona það helsta sem er í gangi núna. Það er Solon Diego
Og hún Kamila. Þetta eru stóra fréttir. Þú skrollaði það svona. Það getur sagt aftur. Þú hefur 2 vakkosti. Gæstu upp og ég afið þetta í löggeist hans. Eða mættu skrolla. Nei, ég skrollaði, það var nú bara því að ég er búið með 4 bjóra. Herri, en já, sem sagt sko Solrún og Kamila. Já. Þetta er fyrsti mólin, Öddi. Já. Og það, Nú er þið bara pínu forvitin, ertu með alvöru skúpið hann? Já, ég með sko, það er náttúrulega búið að vera núna rosalega mikið fíaskó í gangi sko. Allt í rugli og það er náttúrulega það er búið að vera ólga í áhrifavalda heiminum. Bennilöfi og alls konar áhrifavaldar eru náttúrulega bara í rúst yfir þessu. Já, það er eftir að heyra. Já, þetta er náttúrulega sko þegar 2 áhrifavaldar svona fara að vesena sko, það tengist út allt sko. Þetta er alvöru celebrity beef ef út í það. Þetta er alvöru celebrity beef. Og ég er með, já, ég veit ekki sko, ég er náttúrulega bara sendibóði. Já. Ég fæ þetta send. Frá hvernig fékkstu þetta? Ég fekk þetta send hérna bara frá það Þröstur heitir hann, Þröstur Oddur. Eigandi sporthúsins eða? Nei, ég held að ekki. Það geta alveg vel verið, ég veit ekki, hann heitir Þröstur. Þannig að okkur ætti hann að vera með þetta. Það kemur satt alveg til greina að þetta sé hann, maður veit ekki. En já, eins og allir vita, þá er búið að vera bíf. Og það er búið að vera núna, svona, ég er ekkert að ljúga neinu. Það er búið að vera í fjölmjölum, þið getið staðfesta. Já. Það er búið að vera vesen. Það vilja meina að þetta sé ekki neitt, en það er búið að vera í fjölmjölum að það sé eitthvað bíf. En Steindi er með BS-gráði í slúri. Það er enginn sem er betri í því. Maður spyrir ykkur einu, hvað lásuðu fjölmjölum? Það kom í fjölmjölum að það var eitthvað það er ekki búin að læka myndir hjá hver annari og svoleiðis. Já, ég hló eiginlega bara. Ég læk ekki allar myndir þessi Steindi-setturinn sko. En mér finnst myndisetturinn, mér finnst hún sök. Það fær ekkert læk frá Gilsanum sko. Nei, en málið er það. Ég sé geggjaða mynd. Það fær celebrity læk. Og mögulega power comment líka. Ég myndi aldrei skrifa undir hjá þér flottastur að ég bara myndi ekki vilja ljúga þér. Nei, ég get alveg verið það stundum. Já, reyndar. Ef þú setur hræðilega myndi Steindi, það er ekki að fara lækana því miður. Nei. Þó ég elska út í lífinu. Þú lækar nú flest allt sem ég seti. Já, þú hefur ekkert verið að skýta mikið sko. Og öfugt og allt þetta. En engar áður, ég mun ekki læka þessu liðlega myndin. En þetta kemur líka nákvæmlega að því sem ég er að fara að fjalla um. Þetta er bara mjög gott. Er þetta ástæðan fyrir bífinu? Ástæðan fyrir bífinu er svo að á bífinu milli Sollu og Kamilu er að Kamila er ekki búin að læka 3 myndir í röð hjá Solon Diego. Ok. Það er ekki aðeins pirrandi sko. Nei, og straka, það er bara byrjun. Það er bara sem íslenski fjölmiðlar eru búin að fjalla um. Þetta er miklu dýpar en það. Málega, þetta byrjaði þannig. Staðan er þannig að það hittust á bítu skítu um daginn. Bítu skítu? Aktu taktu. Það er ekki bara aktu taktu. Já, þú hittust það vita allir hvað ég er að tala um. Þetta er bara einn af mínum upp á stöðum. Herru, þú hittust á aktu taktu núna daginn. Solon og Kamila? Já, bara fyrir slistni í raun. Sola er bara að fá sér einu slöngu og sem er hvað? Pulsa. Getur við tala íslensku bara? Hvað meinaru? Hún er að býta skýta á þessu slöngu. Herru, Kamila mætir inn og ætla bara að fara að versla eitthvað. Og þar voru reyndar báðar að fara í ammali en það er fyrst mér samt vera skrólaðar aftur sko. Smá Ég er gaman að skróla. Nei, ég bara heyrði það aldrei, ég er gaman að ég skrólar ekki neitt. Já, ok. Herru, allavega Kamila mætir þetta inn og Sola frontar hana með þessu. Hvað, var það ekki búin að læka 3 myndir? Já, og segir bara nei, hæ, og hvað segir þú skvís og bara allt í góðu og þú veist, það eru bara eitthvað svona chit-chatta og þú veist, og kasta milli ykkur málum og það er bara þetta búið að pirra hana svolítið. Hún segir bara, þú veist, ég sé þú ert ekki búin að kommenta á myndir, nei, það er læka myndir mínar og eitthvað svona. Og hún segir, jú, eitthvað svona, byrja eitthvað svona að rífast aðeins þetta. Og svo fer þetta svo rosalega í Sollu að hún fer í síman sinn fyrir framan Kamilu, takk eftir því, og eyðir kommenti undir síðustu mynd sem Kamila postaði og sýnir henni eyðir, sýnir henni svona ángreið, sýnir henni síman svona ég er búin að eyðir henni comment, delete þá tjúllast Kamila ég er ekki að tökja, hún tjúllast alveg gjössalega, hún fer á grammi sitt og hún eyðir 3 kommentum af 3 mismunandi myndum og þær eru að það inn og aftur það, ég myndi að stemninguna þetta er svona óþægileg stemning og svona og það sem Kamila gerist á, Kamila fer inn í Archive sem er svona mappa sem hún seifar og svona og hún eyðir öllum vídeóum sem hún hefur tekið þátt í með Sollu. Archives, þetta meina archives
Heitir þetta það? Nei, kvöllum þetta bara Archives. Nei, ef þetta heitir Archives þá heitir þetta það. Þetta er liðast. Nei, þetta er ekki byrjað. Þetta er ekki byrjað. Herru, ég er allir Chiefs. Herru, þetta er, ég er bara rétt að fara yfir sko opnum á sig. Herru, hún fer í hérna, hvað kallar þetta? Archives. Nei, Archives, hún fer þanga og eyðir öllu það sem hún bara vista í stóri hjá sér. Hvað er þetta að gera? Þá tuffar Sola á kamerun. Tuffar á hana. Ég er ekki að djóka. Svona. Ekki hún tók ekki hérna. Hún tók bara svona tuffa. Tók hún ekki Jim Carrey 1-2? Nei, þetta er bara svona glær þunn slumma undir hérna hægra auga. Kamila störtlast við þetta. Hún tuffa líka. Og þær að tuffa hver aðra inn á aktu taktu með pulsur og þetta er svona vesen og þær byrja að tóki hár og svona vesenast og tuffa og allt þetta kemur ekki Birgitta Líf sem hún er út að labba með hundina fyrir skuggakverfinu við hliðina hún er áhrifavaldur I'm not making this shit up sko. Hætti þessi stelpur, hætti þessi, þeir eru miklu stærri en þetta þeir eru miklu stærri, hún sagði þeir eru miklu stærri en þetta þeir eru miklu stærri en þetta, við erum ekki að tuffa svona okkur aðra, það voru náttúrulega tuffand á fullu, þeir eru miklu stærri en þetta og hún er að hérna, stíga svona sundur og eitthvað Kamila, hún ríkur út það er fer sko náttúrulega út úr tuffuð enginn sko að búið að aflæka og afkommenta og allt bara búið að hreinsa grammið Sollu megin og öfugt Kamilu megin og þær hafi í rauninni sko ekkert sko hirsnitt eftir þetta. Já þannig að þetta svona byrjaði bífið. Já sko já og er í rauninni sko ennþá í gangi. Já, það er gott að vita, þá vita Íslendingar það. Já þannig að Íslendingar sko ef fólk var að pæla svo því ég veit þess að áhrifalda heimur þetta er náttúrulega Þetta er crazy heimur og það er náttúrulega sko leið og kemur eitthvað svona upp sko það verða síður upp og hratt sem betur fyrir var Birgitta Líf að labba með hundi sinna ég segi ekki já annars að þetta fara illa þetta var slúðupakki svo er ég náttúrulega sko ég er með fleiri mót ég er með sko ég bæði með það er rosalega sko Sölvi lag núna daginn það er staðfest þetta var íslensk slúður svo er ég með líka varandi eitt með Sigur Hlöðversson akkurat Charlie Puth Kalli Kúkur en geggjaður brandari hjá þér og sniður til að taka undir hérna stendi heitir hann Charlie Puth eða? Charlie Puth það er rosalega bara ekki það en sko vágæti voru fljótt að líða reyndar komið 2 rándir í gestir það var Gunnar Melsson en pælti líka þú veist það er gaman að gefa fólki sko eitthvað aðeins annað en sko við gerum yfirleitt fólk aðeins heimskara með að hlusta en núna var fólk að græða svolítið það var sko að læra þætti dagsins það er sko UFC hodnið og Tenerife hodnið þannig að fólk þú fekst knowledge að þið hlusta á þetta Já, ég með þess að sko, núna er ekki búið að vera störðlega staðrindir í 3 vikur þannig að þær koma í næstu viku, ég get lofa eitthvað því Þær fara nú ekki langt Insane facts Insane facts Ég er mjög peppar Þú ert að fara í bústað ekki blóðan? Já, ég er á leiðinni bara upp í bústað núna maður. Með einhverjum kárugum eða ekki? Já, þetta er eini gallin við þess að fer kannski en nei, þú ert valsar nummer 1 sko Já, það er rétt þér Já, þú ert að fara að eyða bóndadeginum í bústað Tekur þau fösun? Það er rosalega Já, kósi Nei, þegar hvernig helginu ykkur? Helgin það er náttúrulega bóndadagur þannig að maður fer heim og það er náttúrulega ykkur, ég veit að það verður eitthvað gott að borða Samloka? Nei, það var í morgun Það er að samloka? Nei, ég held að kona alltaf að kaupa eitthvað kjöt og svo verður opnu kannski í rauðvín og svo morgun er Conor McGregor að keppa Það er svo seint En er ekki bara 0-5 eitthvað? Sko, jú, það er kannski ágætt að koma inn á þær upplýsingar en málið er að ég fekk nefnilega Hvað er ekki hægt að horfa á? Nei, ég fekk þetta nákvæmlega mikið sent Hvað get ég horta á þetta? Það er hvergi hægt að horfa á þetta nema þú þarf bara að kaupa pay-per-viewið og það er mjög öðvöld að ná í það bara eitthvað öðruglega bara UFC.com skilur En varstu ekki að tala um að þú veikir invest í kvöld? Já, ég er að fara í Indian food, ég elska Indian út af lífinu Kannski verður gjöf En að 20 þarf að koma á, já, kannski verður gjöf Kannski koma framfæri, sem við verðum að segja Númer 1, gimmin er opinn ef þetta er aðstóð Og don't do drugs Heyrðið mér Númer 2 Don't do drugs Ég er ekki á fucking TikTok Það er einhver klán á TikTok að kommenta út allt að þykjast vera ég og það er að gera mig temporarily insane og ég er með the officer of the law að trakka down hann að klán hann verður sued og Ætlar að kæra?
100%. Þannig að kommenta þykjast vera ég og þannig að það komið til Ég sá líka að það var eitthvað FNÍ blöðreikningur hann. Já, veist málið er Zero tolerance, eitt að myndi bara vera í mínu nafni og að fýblast, en að þykjast vera ég þar og kommenta allt í fólki Zero tolerance, þetta komið til the officers og ég veit að það er mikið lið sem hlustar á FNÍ blöð ef ég segi hérna, ég segi ekki fucking TikTok þá veit fólk ég er ekki fucking TikTok. Enginn af okkur er á TikTok. Nei, og við erum ekki heldur með FNÍ blöðreikningar. Nei En já, það er bara komið að lokum með þessum hörðu orðum frá Agli Einarsinni en Ég var brjála, hann fekk sterakast í beinni útsendingu. Ég er ánægð með það, ég er langt sér hann fekk sterakast. Thank you. Þá þarf ég að koma um í gott skap samt. Já, hvað ætlar að spila? Hvernig finnst þér við endur þáttun á þessu, Egill? Nú, Terminator. Þetta er eitthvað besta lag. Ég held að opna þetta Terminator tíma. Þetta er hei, við séum ho. Það er rosalegt. Takk fyrir hlustum. Thanks, Mondale. Við verðum mættir hér næsta föstudag með fullan bát eins og alltaf.